Já, komið öll sæl. Það sunnudagur og sínir Egils, hingari konir góðu gestir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrum þingmaður og bæjarstjóri og María Rut Kristinsdóttir, eða ekki? Jú. Já, nýkjörið þingmaður og til hamingju með þingsætið. Takk fyrir það, gerlega. Það er svo sem mörg að taka, ég detti nú hér svona, þó ætlum að ræða svona erlend málefni í seinni hlutunum, en bara fréttirnar í morgun að þegar að Hamas var of seint til að senda nafnalistan yfir gíslana, að á meðan að þeir biðu bara eftir e-mailinu, að þá komu Ísraelsher og drápu samkvæmt því sem fréttir segja 27 borgara á Gaza bara núna í morgun. Já, þetta er galið. Já, þetta er gjörsamlega galið. Þessi menn eru bara skrýmsl, sko. Bara hræðilegt. Já, ég var að leika við börnum mín í morgun, sko, þannig að ég var ekki búin að sjá þessar fréttir, en þetta er alveg hræðilegar fréttir að heyra og setjum með hluti í samhengi. Við erum bara, ég er heima að leika við krílin mín í öryggi og þarf ekki að hugsa um svona ytri ógnir en að þetta sé staðan. Þetta er náttúrulega bara algjörlega ótækt, sko. Sérstaklega þegar að við sjáum fram á það að mögulega sé að komast á vopnahlé og við séum að þoka hlutunum eitthvað áfram eftir að hafa þurft að horfa upp á þessar hörmungar í allt of langan tíma. Já, er ekki 15 mánuðir, er ekki rétt með ömur. Það skiptir kannski ekki mestu máli, en þetta er ömurlegt. Þjóðamorð í byrni og einhvern veginn enginn að bregðast við og svo einhvern veginn lítur út eins og þetta sé að fara að komast á og þá bara, þess maður trúir því þegar maður sér það, sko. Það er það sem maður sagði strax þegar maður las þessar fréttir að þetta væri að myndi nást þessi, hvað kallar maður, þessi vopnahlé, en einmitt, það er bara já, þetta er bara ræðilegt. En ég er nú svo svartsýn hvað þetta var þar vegna þess að miðað við það að það er komið á vopnahlé, menn búin að samþykkja það beggja megin, en svo eins og þú segir, Sigurjón, það vantar lista yfir þá fanga sem að eiga að fara frá Gazasvæðinu og yfir til Ísrael. En af því að það er ekki komið á einhverju ákveðinni mínútu, þá virðum við ekki vopnahlé. Og er einhver svona von til þess að venjulegt fólk svona heima á Íslandi sem er að fylgjast með þessu, hafi einhver að trú á því að þetta verði að veruleika. Og haldi meinar við. Já, hvort að bara verður þetta einhvern tímann að veruleika. Vegna þess að það þarf ekki annað en það vantar blað með nöfnum einhverja til þess að farið er áfram inn og fólk drepið. Þá einhvern veginn svona, ég veit það ekki, mér finnst þetta svo fjarlægur draumur og ég fyrirgefi næstu setningu, sko, að það væri bara næstu því betra að einhver færi inn og það er ekki að segja mér eins og hann á Netanyahu, ég sá einhverja frétt að hann sagði sko eitthvað að hann áskili sér rétt til að gera eitthvað trilling ef að eitthvað og maður er svona byrjuð, þú getur ekki áskilið rétt til þess að drepa fólk eða þú veist, þetta er bara eitthvað hvert erum við komin og líka hvernig þjóðir heims hafa bara gjörsamlega ekki gert sitt til þess að stoppa þetta. Já, mér finnst einhvern veginn þetta mál og þetta byrjar þetta ekki í fyrra, sko, eða hitt í fyrra, það er nú komið nýtt ár. Þetta er náttúrulega áratuga saga og árþúsunda saga í raun og veru af hryllingi. Mér finnst þetta hafa varpað ljósja á hversu máttlaust alþjóðasamfélagið virðist vera. Sem eru mjög vondar fréttir fyrir okkur. Að við séum með stofnanir og sáttmála og alþjóðalög og alls konar strúktur sem á að girða fyrir ákveðna hluti. En svo virðist vera að það skiptir máli hvernig ræðir, hvernig við bregðumst við og það finnst mér mikið umhugsunar efni og eitthvað sem er mjög sláandi að bara horfa upp á. En höldum okkur aðeins við herinn. Það bara spurðist út bara seint á síðasta ári að Kanin er búin að byggja 2 blokkjur Keflavíkurflugvelli og með flugvelli í svona legokössum og ætlar að gera nýja viðlögubakka í Helguvík. En þetta kom okkur bara óvart, við sem ekkert að þessu.
Já, svona bak við tjöldin, eitthvað svona leynimakk og uppbygging og svo kemur þetta í fréttum sko og þá maðurinn sem að svara fyrir þetta að segja eitthvað svona já við verðum að gera okkar til að taka þátt í þessum vörnum og eitthvað svona sko en ég meina þjóðin einhvern tímann spurði það því hvort að þetta væri bara eitthvað fyrirkomulega sem hún væri sátt í að taka þátt í og allir þessi fjármunir færi í þetta, mér skilst þetta sé við sem borga eitthvað og það ekki síðan NATO borgar stærsta hlutan en ég meina þú veist þetta ekkert við erum herlaus þjóð og af hverju eru að taka þátt í þessari uppbyggingu ég man ekki eftir einhver umræða að vera fram þetta nema einmitt þegar að kemur fram bara hei, það er hann að húsnæði og búið að byggja upp þetta og stendur til að gera miklu meira og bara eitthvað í kvöldfréttum bara já, einmitt, hver hefur valdið til þess að gera þetta og líka bara þessi svona hernar orðræða og einhvern veginn svona þegar að vera að tala að þurfum að verja okkur og þurfum að taka þátt í sem við hinum þjóðunum og þú veist, það er einmitt tími núna til þess að vera með friðabóðskap og hvernig getum við talað fyrir friði, ég meina maður spyr sig líka bara hvar endar þetta að við erum sífellt sko að taka þátt í svona hervæðingu og það er verið að kaupa vopn og ég var að reyna að finna einhverju svona tölu bara spurði bara Google í gær vitum við þú veist hversu háum og miklum fjárhæðum hefur verið varið til stríðsreksturs og hvar endar þetta en ég fann ekki töluna Nei, við vorum ekki spurð og ekki látin vita er ekki svona óþarfi að þetta komi bara í andlita okkur svona ég sko ég fer nú ég vil eitthvað alltaf í hringi þegar þetta berst að svona herjum ég hef alltaf verið hlynnt í að við værum í NATO en ég átti óskaplega erfitt með að sætta mig við að það veri her á Miðnesheiði og ég er ennþá þeirra skoðunar að við eigum að vera í NATO og við eigum að vinna með þeim og Norðurlandaþjóðunum en ég myndi aldrei sætta mig við að það væri hér varanlegur her á Keflavíkurflugvelli og ég held að þetta sé ekki hugsað þannig. Nei. Þetta eru þeir sem að sinna loftvarnareftirlitinu, eða heitir það ekki það? Og menn eða konur, hermenn koma og fara en þeir hafa ekki fast aðsetur á Keflavíkurflugvelli. Ég set svolítið svona mörkin þar. Já, ég held að svona ákvarðanir þetta hefðu klárlega mátt eiga sér stað á lýðræðislegum vettvangi eins og inn á Alþingi eða í utanríkismálanefnd eða víðar sko. Það auðvitað bara færi hlutinu svolítið upp á yfirborði og gefur okkur tækifæri á að ræða kosti og galla og fá kannski upplýsingar og svoleiðis og þegar það kemur að þessu málefni þá held ég að við megum ekki verða hrætt við að taka umræðu, hrætt við að fá í dagsljósi hver veruleikin er. Við vitum auðvitað að heimsmyndin er orðin pínu steikt sko og við vitum ekki alveg hvernig hlutirnir eru að þróast og ég er sammála Ragnheiði, ég held að sé gott sérstaklega á þessum tímum að við séum hluti af NATO og tryggjum okkar öryggi þannig en ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að taka þessa umræðu að festu og ég treysti yngri mannesku betur en Þorgerði Katrínu nýjum utanríkisráðherra til að gera það og leiða það áfram núna. Ég heldur nefna þess með húsnæði af því að það var allir komið húsnæði fyrir hermennarna og skilst einhverjar ríkisblokkir eða eitthvað. Mér finnst athyglisvert sko hvenar hið opinbera eða fyrir hönd hins opinbera það megi fara í svona gríða mikla uppbyggingu og það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að þurfa að hýsa þetta fólk og svo þegar að aðrir leggja til að slíkt veri gert á félagslegum grunni fyrir landsmenn þjóðarinnar þá er bara eitthvað nei, við viljum ekki eitthvað kommunistaríka með einhverja blokkir sem eru bara einsleitar. Þannig mér finnst það svona athyglisvert að skoða líka húsnæðis uppbyggingu sem átti sér staðana fyrir þá væntanlega þessa hermenn sem komu. Tvær blokkir. Já, mér finnst það bara athyglisvert sko. Tvær blokkir fyrir hermenn, engi fyrir Grindvíkinga. Tvær blokkir fyrir hermenn, engi fyrir Grindvíkinga á þessu tímabili. En varandi lýðræðislegum stundum talaðum það að það voru teknar alls konar ákvarðanir í tíð síðustu ríkisstjórnar. Bjarni Benediktsson skrifaði undir varnarsamning við Úkraínu sem var mjög erfitt að lesa úr tilkynningum íslenska stjórnvalda í hvað fólst, eða hvað var í honum. En miðað við heimasíðu Zelenski að þá var það loforðum 25,5 milljarða á svona næstu 5 árum frá Íslandi. Síðan kom Zelenski á fund Norðurlandaráðs
og þá kom Bjarni með yfirlýsingu að ætlaði að tvöfalda það og það var eiginlega ómögulegt að lesa út úr þessu að ætlaði að tvöfalda það þá frá þessum 25,5 var hann að lofa 51 milljarði eða það var eiginlega ekkert sagt og ég held að til dæmis að þegar hann skrifaði undir þennan samninga þá hafði ekki verið rætt í utanríkismálanefnd ekkert inn á þingi þegar maður var að spurja þá var Þórdís Kolbrún aftur orðin utanríkisráðherra þegar maður spurja út í þetta að þá vísa hún í þingsályktunartillögu sem er bara opinn stuðningur við Úkraínu svona almennt að þetta var innan þeirra ramma og mér fannst það að vera bara absúrt að ráðherra getur tekið ákvarðanir svona gríðarleg fjárútlát í nafni einhverja svona almennrar yfirlýsingar þjóð sem er í varnarbaráttu að þeir getur bara spilað þetta eftir hendinni og mér kom mjög óvart að utanríkismálanefnd hafi ekki verið öflugri og bara krefjast þess að fá svör og halda þessu að það var eitthvað svona ótti við þessu umræðu eins og ef þú efast það sem að Bjarni gerir eða Þórdís Kolbrún gerir að þá sértu einhvern veginn að standa með Pútín eða eitthvað sko þannig og þetta er mjög hættulegt andrúm þegar við erum í einhverju svoleiðis að það eru bara fólk sem er við völd getur eiginlega tekið ákvarðanir inn í einhverju svona óljósu umboði eitthvað bara áttu við illa eða eitthvað. Það er Alþingi sem hefur fjárveitingu á þetta. Já, og það sama á við hernaðaruppbygginguna á Miðnesheiði, hún hefur ekki farið. Þess vegna fannst mér með þegar Þorgerður Katrín kemur og þegar hún tekur við lyklunum lýsir hún yfir sérstaklega ánægju með hvernig Þórdís Kolbrún hefur rekið sína utanríkisstefnu sem hefur verið mjög herska, hún hefur verið herskaust í utanríkisráðherra í Evrópu með því að til þess að kalla sendiherrann heim og svona sem enginn þegar Norðurlandaráðs utanríkisráðherrarnir voru spurðir munið getur fundur Ísafirði þá bara hristur hausinn fannst þetta bara absúrt ákvörðun þannig hún hefur gengið lengt en Þorgerður var að hæla henni og það fyrsta sem hún gerir er að fara til Úkraínu sem er svolítið svona í hennar stíl þannig að ég myndi vilja sjá að þessi ríkisstjórn kæmi fram með eitthvað til dæmis að þeir ætluðu að móta utanríkisstefnuna í opnari umræðu út í samfélaginu þú vilt vera í NATO og eitthvað svona hugmyndur það, mér finnst alltaf að við mögum vera að hugsa það, það eru ríki í NATO sem hafa ólíka öryggishagsmuni það er allt annað að vera Eystrasaltsríki eða Ísland eða, þú veist Ungverjarnir hafa allt aðra öryggishagsmuni og þeir eru með fjölda Ungverja inn í Úkraínu og eru þar alveg með svona sérstaka ákvörðun, það er oft dreigið upp hér eins og að Orbán sé eitthvað skrítinn en ég held að hann sé bara að tala í anda þess sem að Úkraínumenn meta þetta þetta er miklu viðkvæmara fyrir þá sem eru með Ungverja inn í eiga landamæra Úkraínu og eru með Bandaríkin hafa alltaf hagsmuni samskipti Evrópu og Rússlands heldur en Evrópa sjálf og minnst alltaf að við bara ræðum þetta og áttum okkur á því að þetta er ekki svona eitthvað svona bara svart hvítt, annarkvort ertu bara Pútín eða þá ert bara eins og Pentagon það er bara, við getum endað í bara stórkostlega vandræðum ef við hegðum okkur eftir því að taka línuna frá Pentagon. Já, ég held að sko þegar að Þorgerður Katrín tók við þessu embætti þá lýst hún yfir, hún ætlaði að verða svona innanríkis, utanríkisráðherra líka og það verður spennandi að sjá hvernig hún vinnur úr því. Ég veit til þess að hún hefur hugað í að til dæmis vera duglega að fara og tala við þjóðinu þessa hagsmuni og vera svolítið svona proaktív í því að upplýsa hvað þýðir þetta, af hverju þurfum við að taka ákveðin skref, hvers vegna þurfum við að standa með Úkraínu á þessum tímum og svona hvernig heimsmyndin er að teiknast upp. Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvernig það þróast hjá henni. Það er ekki að koma eftir á að segja að við verðum að gera þetta og ég tók þessa ákvörðun og Nei, einmitt að vera proaktív með það sko. Hún lagði til 300 milljónir í þetta var nefnilega fréttaflutningur sem var pínu sérstakur. Þetta var sem sagt peningur sem hafði verið eyrnamerktur á fjárlögum í fyrra, hún var ekki að bæta neinu við sko. Þetta er það sem að Bjarni og Þórdís. Já, hún var bara ítreka það að vera byggja upp vopnaframleiðslu innan Úkraínu. Já, eitthvað, ég veit ekki, þekki ekki til hvað það er nákvæmlega en þetta var ekki aukið fjármagn til. En sko, við getum ekki verið eyland, hvorki í þessu né öðru. Við þurfum að hafa samskipti við erlenda þjóðir og með einum eða öðrum hætti og hvert ætlum við að snúa okkur ef við snúum okkur ekki til dæmis eins og til Evrópu þar sem að við eigum kannski mestu samskiptin við og erum kannski einna líkust þá við hljótum að þurfa að ræða þetta líka að við getum ekki bara eins og það er fallegt
að þá getum við ekki bara sagt að við ætlum að vera eyland og við ætlum ekki að taka þátt í þessu og við ætlum ekki að vera með. En ég alveg sammála því að hvort heldur það þetta, hvort það utanríkisstefnan eða hvað sem þá tala stjórnmálamenn alltaf það að þeir vilji eiga samtal við þjóðina. Og stjórnmálamenn hafa lengi vel talað í nafni þjóðarinnar. Og ég man að þegar ég var á þingi þá lét ég þetta alltaf pirra mig vegna þess að ég var til dæmis kjörin á þing af hluta þjóðarinnar. Og þeir sem að töluðu hæst fyrir hönd þjóðarinnar, ég ekkert vissum að þeir hafa verið að tala fyrir þá sem að kusu mig. Þannig að þú tekur þér líka svona, sko, það verður svona einhver málvenja. Ég að ræða hér í nafni þjóðarinnar. Þú ert í þjónustu þjóðarinnar þegar þú situr á þingi. Þú ert í þjónustu borgaranna þegar þú ert borgarfulltrúi í Reykjavík. Þú ert líka sem bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ. Ertu þjónustu aðili fyrir fólki sem að býr í bænum, sem treystir þér til þess að vinna vinnuna. 70% af þjóðinni vill ekki senda upp til Úkraínu. Af hverju má ekki bara aðalega þessi stefnuna því? Já, ég algjörlega sammála því. Ég alveg sammála því. Það verður stjórnvöld sem að stýra í takt við vilja þjóðarinnar. Já, en ég alveg sammála í því, Gunnar Smári, að við getum veitt margs konar aðstoð og við eigum að veita annars konar aðstoð heldur en að senda þjóðum vopn. Það bara mín skoðun þó ég sé sjálfstæðismaður. En þetta líka eitt af því sem við erum ekkert að ræða og þess vegna skora ég nú á nýjan þingmann að standa með sjálfri sér og ræða við fólki í landinu, sko. Ekki tala fyrir hann þjóðar heldur, ræða við fólki í landinu og hlusta eftir því hvað það veit. Það einmitt mjög mikilvægt að vera sko í samskiptum við aðra þjóðir, en það mikilvægt að skoða hvaða forsendum það gert og við séum ekki bara ganga inn í einhverju svona hervalda stefnu sem að kannski línan dregin frá Bandaríkjunum og einhvern veginn hefur haft áhrif á Evrópuþjóðir að þetta sé bara eitthvað svona máli, þannig á hvaða forsendum erum við að taka þátt í þessu samstarfi, það til að auka útgjöld af þjóðarframleiðslu inn í eitthvað svona sameiginlegan pott sem að við kannski vitum ekki nákvæmlega alltaf hvað fjármagnum fer í eða þú veist á hvaða forsendum erum við í þessum samskiptum. Það fer líka eftir stærð þjóða. Ísland, við erum ekki stærsta land í heimi þó við séum það er auðvitað mjög gott að vera hér en það aðrir hagsmunir kannski sem að mikilvægt að leggja áherslu á í þeim samskiptum og í þeirri samvinnu myndi ég líka halda þessi mikilvægt að ræða og líka þetta með hvað þjóðin vill. Ég meina þjóðin var nú ekkert spurð með veru í NATO á sínum tíma. Á mínu heimili heitir eitt allar stelpurnar að fara í Húsafell sem svona rök að maður geti fengið eitthvað því allir aðrir að gera það. Og mér finnst sko stjórnvöld oft tala svona allar stelpurnar sé að fara í Húsafell og þess vegna verður við bara að taka þátt í þessu og gera það eins og hinir. En við mögum alveg í huga að sko Austurríki ekki NATO, Írland ekki NATO, Malta ekki NATO og ég meina heldur að fólk sem að býr í þessu löndum upplifa eitthvað stjórnlaust öryggisleysi að við verðum ekki NATO. Nei, en ég til lenga líkur á sko núverandi ríkisstjórn vil ég segja okkur úr NATO. Nei, ég held að það sé ekki meirihluti á þjóðinni hafi verið mælt sko. Þannig að ég segi en samt sem áður. Ég vil ekki verið í NATO og þá gerir ég alveg grein fyrir því að það við erum ekki búin að vinna það. Það mun koma á endanum, þá munum við átt okkur á því að verið í NATO þá drögum við að okkur sko, að okkur óglinna en höldum henni ekki frá okkur. Ég held að mér svo gott að mér langar að taka undir það sem að Ragnheiður segir hér sko í hvar ætlum við að staðsetja okkur. Evrópuþjóðirnar eru þjóðir sem standa fyrir mannréttindum, lýðræði, jafnrétti og þessi grunngildi sem sameinar svolítið þessar þjóðir. Og ég held að það hafi aldrei verið jafn mikilvægt eins og nú að þétta raðirnar og standa fast saman með þessum gildum sem að við viljum standa með, opið lýðræði og svo framvegis. Þegar það kemur á þessari umræðu þá finnst mér það líka svolítið snúast bara meðferð valds. Hvernig við förum með þau völd sem okkur falið og ég mjög meðvitið mitt nýja hlutverk og sagði það mjög gjarnan í kosningabaráttuna að ég hlakkaði til að vera sterkur málsvari fyrir fólkið sem mitt kýs mig í Norðvesturkjördæmi og tek því mjög alvarlega að vera í góðu sambandi við það fólk vegna þess að ég held að sé mjög svona vandrataður vegur fyrir þingmennstundum að halda augum einhvern veginn á boltanum sko. Það
ég er búin að vera niður í þingi í 7 ár bak við tjöldin og maður hefur fylgst með alls konar svona, og lært mikið á því að vera svona bak við tjöldin og stundum fannst mér einmitt bara svona stemmingin inn í húsinu ekki verið í neinum takti við stemminguna fyrir utan húsið. Og auðvitað á Alþingi að endurspegla þverskurð þjóðarinnar. Auðvitað eigum við að tryggja að þessi fjölbreyttar raddir sem að mæta og ræða þá á þessum lýðræðislega vettvangi mjög flókin úrlausnarefni. Eins og til dæmis alþjóðapólitíkina eða hvort við eigum að kaupa vopn eða ekki. Auðvitað á þetta að vera bara í dagsljósinu. Við eigum ekki að taka svona stórar ákvarðanir og aftur þetta snýst svolítið meðferð valds. Hvernig ráðherrarnir fara með sín völd og svo hvernig við þingmenniti tökum við þessu og ég held að verði svolítið hressandi núna að þetta breytt þing. Þetta svolítið nýr veruleiki að nú erum við með 3 flokka í ríkisstjórn þar sem að 2 eru nokkuð nýir og einn svona sá elst hvað 99. Já, hann 25 ára. 9. fæddur. Framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn eru í minnihluta og miðflokkurinn með og þetta mun ábyggilega bjóða okkur upp á svolítið nýjan veruleika þegar kemur að þetta hrein skipti sko. Já, þetta hrein skipti, fyrsta skipti í áratugi. Ég var ekki einu sinni fædd þá. Mamma mín var 1 árs. Þannig að ég held að þetta bjóði upp á ótrúlega góð tækifæri til þess að gera upp svona ákveðna hluti líka hvernig við förum með völdin og hvernig við tökum ákvarðanir og hvernig síðan minnihlutin vinnur úr því verður síðan bara áhugavert að sjá en ég mjög spennt fyrir því að ég finn alveg að fólki í landinu finnur fyrir svona ákveðnum breytingum sko, raunverulega. En við erum búin að tala hérna til þess svona hugtök eins og lýðræði meðferð valds og þá langar maður að við skellum okkur saman til Seyðisfjarðar. Þar meiri hluti íbúa í Seyðisfirði, alfarið á móti væntanlegu fiskeldi þar og það konið núna held yfir 10.000 undirskriftir svona þeim til stuðnings en það liggur alveg ljóst fyrir að meiri hluti íbúan á móti þessu. Samt stefnir í það að það komi kvíar yst í firðinum og samt ekki búið að upplýsa nákvæmlega held ég staðsetninguna. En þarna sem sagt meirihluti íbúar í þessu fámenna byggðarlagi að berjast gegn þessar ákvörðun. En valdið það ræður. En valdið hverra þar? Það bæjar? Þetta sameining sveitafélag. Seyðisfjörður sjálfstætt sveitafélag. Nei, það í Múlaþingi. Í Múlaþingi, já. Þannig að mistu svolítið valdið upp á hérað. En ég algjörlega sammálaður. Bara í fyrsta lagi þá ég náttúrulega á móti sjókvíaeldi. Vegna þess að mér finnst það bara algjörlega galið. Fyrir þetta Í alvöru. Og Ég tek undir það. Og af því að það hægt að vera með landeldi. En ég skil samt alveg þá eins og þið fyrir vestan. Þar þetta sjókvíaeldi. Ég ekkert viss að fólki þar hafi heldur verið spurt hvort það vildi sjókvíaeldi fyrir utan eða í fjörðunum. En þetta svona gangandi dæmi valdníðslu á Seyðisfirði. Þar sem að íbúarnir eru allir á móti og hafa verið frá upphafi en þá samt að þvinga þetta í gegn. Þannig að talandi að fara með vald, skipulagsvaldið og allt það sem þú hefur. Þetta er svona gangandi dæmi valdníðslu þess einhvers staðar gagnvart þessum venjulega fólki sem ekki vill. Óþolandi. Og var ekki bæjarstjórnin, hún ekki sjálf búin að einhvern veginn taka afstöðu sem bæjarstjórn þarna. Þetta veit maður, hvað einstaka fulltrúar standa fyrir í þessu efni. En þetta alveg að vera, þetta hlusta meira á hvað fólk að segja, myndi ég segja. Og svo líka ýmsar umsagnir sem hafa komið fram eins og til dæmis, ofanflóðahætta og hvernig það getur haft áhrif, náttúruvernd, alls konar sem hefur verið greint og gerð úttekt á því sem þarf að taka tillit til sem augljóslega ekki verið að gera, sko. Ég heyriði mitt í fréttum núna. Og rýma?
Já, Rima, já. Rima í dag klukkan 6. Snjóflóðahætta á Neskústað og Seyðisfirði. Já, þannig að það er nú það. Já. En við erum með þingmann fiskeldis landslutans. Já, hann kom fljúgandi. Ragnheiður sagði að fólkið fyrir vestan hefði ekki verið spurt. Ef maður fer núna Vestfirði og spyr, þá myndi ég segja að það væri svona 97% fylgjandi fiskeldi. Já, ég meina, sko. Þú ert bara hreint í sjóin en þú ert á móti fiskeldi. Ég hefði bara ekkert komist aftur heim, sko. Nei, ég er náttúrulega alveg upp á Flateyri og Ísafirði, svona hybrid típa og það er alveg merkilegt að fylgjast með því núna svona þegar að það er búið að koma svona ákveðnum hlutum í böndum ákveðna hluti þegar það kemur að sjókvíeldinu, hvað fólk er upplitsdjarft. Unga fólki er að koma aftur heim, það er atvinna, það er von og það eru tækifæri. Og fyrir 20 og eitthvað árum var tekin svo ákvörðun á Alþingi að setja línu utan Vestfirðina og Austfirðina og heimila með lögum uppbygginga á sjókvíeldi á þessum svæðum og á þeim grunni auðvitað fara fyrirtæki og margir svona bara djarfir nýsköpunar þengjandi vísindamenn fóru á stað að reyna að finna út í hvernig er þetta gert og hvernig best að koma svo laggirnar og svo framins þetta er tugir ára og fólk og fjár sem hefur farið í það að byggja þetta upp á grunni þessara laga. Ég man þegar að Þorgerður Katrín var síðan sjávarútvegsráðherra þarna í korter 2016-17. Nei, hún náði ekki yfir áramótin, þannig að þetta var... Jú. Nei, bara 2017. Já, bara hún var í janúar 2017. Fram í, svo var kosið í október. Já, okkur. Þá fór hún vestur og fólk var mikið í spreng vegna þess að það átti eftir að klára leyfi og fleira og hún fór vestur og það var stór fundur í Íþróttahúsinu á Ísafirði þar sem hún varaði við því að við ættum ekki að fara út í villta vestrið þegar kæmi að því að byggja upp þessa atvinnustarfsemi og hún fekk mjög aumt fyrir. Svo þetta gerist það sem að gerist þarna í fyrra og ég heiti fyrra mjög bagalega atvik sem að höfðum bara mikil áhrif á álit Íslendinga á þessum atvinnuvegi og fyrirtækin heima gerir sér mjög vel grein fyrir sinni ábyrgð þar og ég hef átt fundið með þeim og þau eru að reyna sitt besta til þess að koma í veg fyrir að svona geti gerst aftur. En þau viðurkenna og þegar ég talaði við fólki heima þá eru mjög margir svona, já við hefðum alveg mátt flýta okkur hægar. Og það er eitthvað sem ég held að sé svolítið svona sér íslenskt hjá okkur og vegna þess að oft er bara svo mikil þrá í eitthvað haldreipi, eitthvað til þess að viðhalda byggðunum og þá kemur einhver vonagleita. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að hlusta á fólkið á svæðunum og það er alveg spurning í hvaða fjörðum þetta þarf að vera og hvar ekki og svo framvegis. Mér finnst það klárlega sjónarmið og einmitt spurning hvernig það er þá að vera með atvinnustarfsemi á einhverjum stað alveg þvert gegn vilja bæjarbúa en eins og heima á Vestfjörðum þá er fólk auðvitað bara hamingjusamt að þar séu atvinnutækifæri og afleitt störf og það er líf í fjörðunum sko. Og við sem það er forsaga á baku það að þetta eru byggðir sem að mistu kvótan frá sér. Það eru skildar eftir á hnjánum. Svo kemur eitthvað lið frá Noregi og kemur með þessi 3-4 störf þarna og svo slátur í frystihúsinu og einhver fara að keyra fiskinn suður á vegunum okkar og allt í einu kemur svona líf inn í þetta en þetta er náttúrulega í eigu sunnanverðu Vestfjörðum er þetta í eigu einhverja norskra auðkýfinga. Já, það er ekki öll fyrirtækin þannig, það er líka mismunandi. Ég ferðast fyrir einhverjum árum og var að hlusta á fólk og var svolítið hissa á það hvað var svona afgerandi það var ekki hægt að hefja umræðuna það sko, hvort þetta væri gott eða vont. Ekki einu sinni það var ekki svona eðlilegra ef maður horfir hann út að þetta væri eiginlega bara bæjarútgerð, þetta er fjörðurinn ykkar, þetta þykja eigið þetta, er ekki eitthvað undarlegt að allar arðurinn að þessu farið til einhverja manna í Noregi, það var eiginlega ekki til viðræðu vegna þess að eins og þú ert að lýsa, þetta var vonin í þorpinu. Og ég man að öðrum staði á Vopnafirði, þá kom ég einu sinni og var að tala við fólk. Það er svona dæmi á Côte d'Ivoire. Svo kemur Grandi sem heitir núna Brím með eitthvað fiskvinnslu
og þá sagði fólk svona, já, Grandi, eins og Grandi hefði komið með lífsbjörgina. En þú veist, málið var það, sko, að Grandi gat komið með lífsbjörgina, einhver einn kall og redda vinnu fyrir ykkur öll, var eiginlega sama ástæðan og það var tekin af þau lífsbjörgin. Þannig að mér finnst að fólk út á landi verði að fara að hugsa það, þú veist, getum við treyst á það að sé eitthvað bara einn kall eða eitthvað eitt fyrirtæki í Noregi sem hafi bara lífsbjörgin okkar, verðum við ekki að geta tekið ákvörðun innan Patreksfjarðar hvernig Patreksfjörður á að þróast. Ég hef stundum tekið dæmi af Húsavík. Förum bara kannski 40 ára aftur í tímann. Þá var fiskvinnslan, sláturhúsið, sýslumaðurinn, sjúkrahúsið. Það var allar ákvarðanir framtíð Húsavík og tekið. Núna þetta eitthvað fólk sem engi veit hvaða fólk þetta sko, sem á að bakka. Vitið þið það? Ég veit ekki hvað það býr, sko, einhvers staðar í Þýskalandi. Það er aldrei gott að hafa öll eggin í sömu körfunni, bara almennt. En að hafa kannski eggin innan bæjar? Já, ég held til dæmis að það sé mikil tækifæri fólkinni því með auðlindirnar bara almennt að aukin hluti af ágóðunum renni aftur til samfélagana þar sem að verðmætin verða til. Það er til eitthvað sem heitir fiskeldissjóður, þar sem að sveitarfélögin geta núna sótt og það fá hluti af skattin sem er tekin fyrir þennan sjóð og það var verið að byggja vatnsveitu í Bolungarvík fyrir til dæmis nýja sláturhúsið. Og nýja sláturhúsið, já, en sem sagt bottom line hjá mér er svolítið, þú veist, ef að við ætlum að lána hvort sem það eru firðirnir okkar eða miðin okkar eða orkun okkar eða annað, að það séu tækifæri fólkinni í því að við sjáum meira með berum hver er ágóðinn, hvers vegna skiptir það máli og hvað fáum við á móti. Og það eru auðvitað það sem að sumir firðir hafa orðið eftir, aðrir eru blómlegir og það er risa verkefni núna að halda áfram bara blómlegri byggð á í landsbyggðinni og passa upp á það að við séum með ekki með öll ekki í sömu körfum. Þess vegna er líka mjög gaman eins og Ísafjörð að fylgjast með Keresis sem eru þetta bara hugvits drifið fyrirtæki, bara nýsköpunar undur sem að nýtir þarna afur sem var bara hent fiskiróð og nú erum við að lækna fólk með því allan heim sko. Þannig að það skiptir máli að styrkja fjórðustóðina líka fyrst mér. Ég er nú til dæmis fædd og uppalinn í norðvesturkjördæmi sem að hér nú Vesturland forðum. Þar var, þegar ég er að alast upp á Akranesi, þá eru fjögur stór útgerðarfyrirtæki. Það var Haraldur Böðvarsson, eða 3. Það var Haraldur Böðvarsson, það var Heimaskagi og það var Fiskiver. Og það höfni fulla bátum. Velsmiðja og netagerð og skipasmíðastöð. Já, og allt. Arðurinn af fiskimjónum hríslaðist bæinn og var mjög blómlegt. Já. Hefur þú komið þarna núna? Það er ekki bátur í höfninni. Já, ég á náttúrulega ættir að rekja það. Það er ekki bátur í höfninni. Ég fer mjög oft þarna upp eftir. En þetta er svona líka dæmigert sko, hvernig hlutirnir hverfa og hvernig valdið færist á eina hönd. Fyrst fór Heimaskagi, svo fór Fiskiver. Haraldur Böðvarsson var fyrirtæki HB&Co, var lengi vel við líði. Af því að mér datt þetta í hug þegar hún nefndi Granda, sko, svo var þetta HB-Grandi og það var alltaf, loforðin voru þau að það yrði Guggan er alltaf gul. Já, og það yrði gert út frá Akranesi og fiskurinn yrði unnin í frystuhúsunum þar eða frystuhúsinu þar. En svo er ekki staðið við það og þá færist þetta í burtu og ég man að þegar HB-Grandi fór af Akranesi, þá var starfsfólkinu sem var í frystúsinu, upp í staðan voru konur og þetta voru láglauna störf en þeim var boðið að sko keyra til Reykjavíkur og vinna þar bara halló Akureyri sko. Og það er afþökkuð í Lallareyri. Já, ég meina, þú ert ekki að taka strætó eða keyra frá Akranesi inn til Reykjavíkur til þess að vinna í fiski. Það borgar sig ekki. Fjárhagslega bara er það dauðadæmt. En mér finnst þessi hugsun, mér finnst hana vanta hjá svo mörgum sem að eru forstjórar og forstýrur eða hvað við viljum kalla þetta í fyrirtækjum að það er
endilega verið að hugsa fólki sem að býra á staðnum, hvernig það hagnast Við sjáum út allt land, sko. Já, og mér finnst þetta svo eigingjarnt og maður verður bara svona sár. Það vakna þetta spurningar sko byggðastefnu, atvinnustefnu og auðvitað einmitt að skoða dálítið söguna og af hverju í rauninni þetta talinn fýsilegur og góður kostur. Ég held að það sé alveg eðlilegt að ræða það í þessu samhengi fiskeldið, þú veist að það þarna ákvarðanir sem hafa verið teknar sem hefur auðvitað áhrif á bæinn, áhrif á svæðið og það þarf auðvitað að vera meðvitaður það og einmitt sko samþjöppun valds og samþjöppun auðs og ég meina þetta líka spurningar eins og varðandi vindmyllur í sveitarfélögum og hver á þetta, hver að hagnast á þessu, mun fjármagnið fara til íbúana á svæðinu ef að þetta verður að veruleika og alls konar svona. Algjörlega. Mér sem ég líka skoða sögun að sko Patreksfjörður var byggður upp á samvinnuútgerð. Þorlákshöfn var ekki til nema að sko kaupfélagið á Selfossi ákvað að fara út í útgerð og byggðu upp Þorlákshöfn. Neskurstaða var ekki til nema að fólki sjálft hefði byggt þar upp sjávarútveg og þannig þetta meira og minna sagan við lifum í svo skakkri sögu að við trúum Matthíasi Jóhannessyni að hafi verið athafnaskáld sem að byggðu upp sjávarútveg í Íslandi, það er bara algjörlega rangt. Einkageirinn var kannski svona 15-20% af þessu eftir stríð, það var fyrst og fremst samvinnuútgerðir og bæjarútgerðir sem að byggðu upp sjávarútveg og gerðu Íslendinga sko björguðum frá því að vera fátækast þjóð Evrópu. En það var ekki svoleiðis á Skaganum. Nei, það var líka... En það sem kom á Haraldur Böðvarsson, hann kom frá Sandgerði, sko. Já. Hann tæmdi Sandgerði og flutti upp á Skaga. Og svo var það flutt til Reykjavíkur og svo... Svo endar það kannski Sandgerði aftur. Það sem er að lýsa áðan í Vopnafirði, þá kom með einhverja vinnslu þar og þá sagði fólki alveg bara eftir að hafa sendt frá sér, sko, þar sem þau höfðu, það var bæjar stjórnin sem ákvað að selja kvóta frá Vopnafirði. Það var bæjarstjórnin sem ákvað að selja kvóta frá Húsavík. Og Raufarhöfn. Já, þannig að ég held samt að sagan sko geymir líka, ég held að hvert einasta sko fiskiþorp og fiski svona stærri bæir eigi svona sögur af einstaklingum sem fóru á hnefunum og hugmyndin og hugsjónin var alltaf að viðhalda atvinnu í bænum, passa upp á íþróttafélögin og passa upp á hitt og þetta og þetta var svona þessi samfélagshugsun líka eftir kvótan sko allavega framan af. Jú, það er til í Höfn í Hornafirði, þar skynni Þinganes byggði íþróttahúsi. Já, ég meina það er rosa mikið svona oft hugsun þetta meðan þetta var svona meira í nærsamfélaginu. Svo þetta með samþjöppun þá breytist það og ég meina mér dettur í hug núna búvörulögin sem voru þarna keyrði í gegnum þingi í fyrra og ég meina samkeppnislögum bara kippt úr sambandi og einhvern veginn svo formaður svæðin sko, maður fór, þú veist, hvað sem maður var á Blönduósi eða í Vestur-Húnavatnssýslu og fleiri, þar sem að koma síðan þessar fréttir að það eigi að loka sláturhúsunum og KS ætli bara að taka þetta til sín og svo framvegis og þegar maður spurði, já, en við hverju byggust þið, sko, þú veist, ef það er hagræðing og ef það er samþjöppun, þá er þetta það sem að gerist, sko. Þá þýðir þetta, ég meina, 25 stöðugildi á Blönduósi. Það er ekki blóðtaka. Þannig að við þurfum líka með talandi að vera með byggðastefnu, atvinnustefnu, hvernig ætlum við að vera með svona hugmyndir það hvernig við viðhöldum þessum dýrmætu samfélögum sem við eigum vegna þess að ég meina Hornstrandir voru einu sinni í byggð. Afi konunum minnar bara ólst upp í Aðalvík þangað til hann var 16 ára. Þar tóku konurnar sig saman og ákváðu, hingað ekki lengra, börnin okkar þurfa tækifæri og menntun og eitthvað svona fjölbreyttara atvinnulíf en það sem er í boði hér og ljósin voru hreinlega bara slökkt. Þetta getur alveg gerst á miklu fleiri stöðum. Það eru alls konar byggði núna á mjög brothættum stað og þess vegna segi við þurfum að hafa fleiri stóðir undir en líka svolítið að hlusta hvað fólki er að biðja sko. Líka félagslega eign því að þótt að KS sé svona illa í Skagafirði að þá mun kvótinn aldrei fara frá Sauðárkróki. Það mun aldrei fara frá Fáskrúðsfirði. En það er samt þessi samfélagshugsun í KS líka sko. Þú veist, ef þú ferðin í Skagafjörðinn þá upplifa að KS stendur með okkur sko. Kvótinn verður ekki seldur frá Sauðárkróki, aldrei. En finnst ykkur ekki líka vanta inn í bara samfélagslega ábyrgð þeirra sem að reka fyrirtæki og líka pólitíkusa, þú veist þú þarft að sýna eitthvað gagnvart þínu sveitarfélagið af því að ég nefndi Harald
Böðvarsson sem að flutti eins og þú sagði Sigurjón frá Sandgerði. Ég meina Haraldur Böðvarsson byggði að stórum hluta sjúkrahúsið. Hann byggði bíóhöllina á Akranesinu og gaf sveitarfélaginu. Hann var styrktaraðili, eða HB var stór styrktaraðili Íþróttabandalags Akranes og mér finnst hann hafa verið svona og sú fjölskylda verið svona vinnuveitendur og þáttakendur í bæjarfélaginu sem að sýndu samfélagslega ábyrgð. Við sem að bjuggum þarna, við nutum góðs af því hvernig þeir störfuðu. Ég held að þetta sýnir bara fram að hvað er mikilvægt að þetta sé í samfélagslegri uppbyggingu því við getum ekki verið að treysta á að einhverju sem að eru að reka þetta sé bara með það gott hjarta og mun einhvern veginn alltaf fylgja því þegar að þau eru kannski komin einmitt í rekstur sem snýra að því að hámarka arðinn. Þannig ég held að einmitt spurningin sé hvernig getum við byggt upp á félagslegum forsendum í staðin fyrir að setja kröfur á stórfyrirtækin að þau þurfa að haga sér betur því við getum bara ekki að treysta á það alltaf. Nei, það er líka hefur bara með fullri virðingu fyrir slíku, þá hefur það nú sýnt sig að alla bæjarútgerðir á landinu fóru á hausina þegar voru illa reknar. Það voru seldar, ég meina eins og bæjarútgerð Hafnarfjarðar, þeir seldu 3 togara, þetta var á tímum verðtryggingarinnar, það voru allur rekstur í landinu var í vandræðum og það var uppbyggingin á Samherja má rekja þangað, miklu frekar heldur Guðstein og líka Hval HF. Ég meina hvað heldur að Hafnfirðingar væru fjárhagslega sterkir ef þeir eru staðið með bæjarútgerð sinni og ættu kvótann í dag. Það væri bara ríkasta sveitarfélag á landinu. En má ég aðeins að því að mér finnst það svo skemmtilegt þetta með Harald Böðvarsson og bíóið og allt það. Nei, því að þetta er þannig, vegna þess að fyrir kvótann að þá voru Einar ríki og Alli ríki og allir þessi kallar að þeir voru háðir sínu byggðarlagi af því að það var sótt þangað og ég meina þannig að þeir þurftu svona maður gæti kallað þetta, þeir voru höfðingjar meðal manna eins og sagt og þá þurftu þeir að vera með sínu, þeir voru háðir sínu byggðarlagi. Eftir kvótan, að þá er eiginlega kvótin, aðal eignin er tekin upp úr byggðarlaginu, hún er ekkert háð byggðarlaginu lengur og það er bara tímaspursmál hvenær það gerist að þeir svíkja sitt byggðarlag og þeir hafa gert það eru einstaka, þú nefndir Höfn í Hornafirði og það má sjá það svolítið á Snæfellsnesinu en við vitum alveg í næstu kynslóð eitthvað sluðis að þá verður eiginlega búið að og þetta er svona eins og það er búið að fjármála væða þetta breytist úr því að verða svona Main Street business þar sem að háður samfélaginu sem hún lifir í yfir í að vera eitthvað þar sem þú getur bara tekið ákvörðun aftur í ég nenni ekki að standa í þessari útgerð ég ætla bara að selja þetta og ég ætla að kaupa 3 blokkir í Berlín eins og er raunverulegt dæmi og allt í einu bara búm fer allt í einu bara fara fæturnar undan einhverju byggðarlagi og þetta er kerfi sem að bara getur ekki gengið að það sé einhver einn og jafnvel sem að býr ekki á svæðinu, tekur einhver ákvörðun einhver sem býr í Þýskalandi eða Guð má vita hvað hann hangir á einhverju vinsang allan daginn á Flórída sem að tekur að þínu ákvörðun hvort þið hefur verið byggð í Grindavík eða Þorlákshöfn eða Húsavík eða þetta gengur ekki. Maður þú þekkir þetta náttúrulega vel á Flateyri, þar var þetta svona. Já, 2007 þá er kvótinn seldur til Bolungarvíkur að mestu leyti. Já, einn maður sem seldi. Já, þeir voru fleiri þarna en einn sem er þarna svona aðaleigandi og frændi minn Einar Oddur Kristjánsson var þá með þessa samfélagshugsun gat ekki séð þetta fara þannig að hann fær þá hugmynd að reyna einhvern veginn að bjarga því sem bjarga verður á samt fjölskyldunni minni svolítið, bróður mömmu og fleiri komu inn í þetta og þetta er í maí minni með 2007 svo fellur Einar Oddur frá júli 13. júli 14. var það ekki 14. júli 2007 og þá stóð fjölskyldan frammi fyrir stóru spurningunni hvað eigum við að gera við þetta og þarna var fristuhús og störf og einmitt þessi hugsjón að vera með fólk í vinnu engin kvóti og ég fylgdist með fjölskyldunni minni reyna að reka fiskvinnslu á Flateyri kvótalausa til 2011 og það auðvitað á endanum bara gengis eftir hrunið og fleira þá var þetta mjög erfitt að kaupa á markaði og svo framvegis og á endanum gekk það ekki upp en ég horfði svolítið upp á það hvernig fólk var á hnefunum hvernig einasta dag að reyna að finna fisk til að hafa í frystihúsinu til þess að fólki geti mætti vinnu til þess að viðhalda lífi
og vera með börn á leikskólanum og í skólanum og svo framvegis. Það svona þessi hugsun og ég held að með þessa tilhörun það ekki hægt að reka kvótalaust frystuhús, það mjög erfitt. Hvernig þetta líka geta gengið í samkeppni ef þú þarft að kaupa fiskinn á markaði en ég fæ ókeypis? Það ekki hægt og svo horfði maður stundum, ég man eftir þessum tíma, maður horfði svona út á miðin og maður vissi það nóg til þarna sko, en það var einhvern veginn ekki. Svo það líka sko. Já, en jöfnvel mið bara jafnvel inn í firðinum. Bestu miðin eru þarna fyrir utan Vestfjarðakjálkan, en það sjáum við bara hvar skipin fara til þess að ná í besta fiskinn. Ég verið að prófa ég veit þetta. Þú veist þetta, en þetta var tilraun og mikil reynsla fyrir mitt fólk að fara í gegnum þetta og erfitt að þurfa að taka það ákvörðun. Og það líka kom óvana, náttúrulega meðal íbúana, en misskiptingi var svo augljós. Svo þetta bara þú veist, einhverjir búin að koma og reyna og fara, en það hefur ekki verið sko, það einhver svona smávinnsla núna og á byggðakvótagrunni sko, en ekkert eins og var. Nei. Og en samt hefur Flateyri breyst mikið á síðustu árum. Já, ég meina núna erum við með lýðskólann og við erum með og við erum að byggja íbúðarhúsnæði. Já, það var verið að byggja nemendagarða, það nýbygging á Flateyri. Nemendagarða fyrir lýðskólann sko. Já, ég veit það. Sem þá hótel á sumrin sem mjög fínt og mikið menningalíf á Flateyri og talandum líka menningu, það líka svo mörg tækifæri fólkin í því að ég fór á mannamót landslutana núna í vikunni í Kórnum í Kópavogi þar sem voru ferðaþjónustu fyrirtækin öll samankomin og menningatengdu fyrirtækin sem voru með svona bása að kynna sína starfsemi og það var ótrúlegt að fara inn í kórinn og sjá bara Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Suðurland og svo framvegis. Þetta var fullur salur af fólki sem er með hugmyndir og hugsjónir eitthvað annað en þetta sem við erum kannski vön að leita til þegar við horfum til atvinnustarfsemi út á landi. En ég held þetta svona fór að hugsa það þegar við vorum að tala saman hér. Kannski höfum við pínu tapað svona hugmyndin samfélagslega ábyrgð og ég held að við höfum gert það bara svolítið í mannheimum, ekki bara á Íslandi heldur bara svona þvert yfir að við sjáum bara umræðuna núna aukna polariseringu, samfélagsmiðla, þennan svarthvíta heim. Ég held að heimsfaraldurinn hafi svona afmennskað okkur svolítið, gert það verkum að við festumst svolítið í snjalltækjanum og erum svolítið með heila kynslóð sem einhvern veginn var í svona 8., 9., 10. bekk og svo í menntaskóla svolítið einangruð og innilokuð og við eigum svolítið ekki ólíkarkisman sem Biden var að vara okkur við. Já, ég meina ég held að því fara alltaf í svona skilgreiningasúpur sko. Ég minna í þeim. Biden er að vitna í forseta Bandaríkjanna sem forsetið þangað á morgun. Ég er bara svo flúið manneskja sko. Ég minna í svona hugtakamörkunum. En að því við erum að tala um samfélagsábyrgð og fyrir samtalinu þá vorum við að tala um gildi sko Norðurlanda og vestrænna ríkja en það er athyglisvert að sjá bara hvar hafa þau gildi verið sko gagnvart Palestínu, ekki að mínu mati, þá finnst mér þess að þjóður hefur nú gert meira í því að standa með Palestínu. Hvar hafa þessi gildi verið eins og hjá, þú veist, Danmörku, gagnvart Grænlandi, þú veist, að ég bara verða að koma að því við erum að tala um sko samfélagslega ábyrgð og einhvern veginn svona ákveðin gildi sem við viljum kenna okkur við, bæði hér á landi og svona löndum sem við berum okkur saman við, en það svona fer eftir málefni í rauninni hversu sterk þau gildi eru og hversu sýnileg þau eru. Þess vegna held ég að sé líka svo mikilvægt að vera meðvitaður söguna, að því hún á það til að endurtaka sig og við erum svolítið oft einhvern veginn í sömu lúpunni að gera sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Þess vegna er að rifja upp að það var fyrir félagslegt afl sem að sko flest af byggðarlögunum í kringu landi voru byggð upp. Það voru kauffélögin og það var bæjarútgerðina sem að byggðu upp atvinnulíf hringinn í kringu landi. Og það er bara búið að er náttúrulega sigurverin stjórnarsögunni og þetta var meira og minna einkavætt og núna erum við með einkavætt fiskimið og svona og það er verið að halda okkur einhverju sögu þeirra en þetta er bara ekki sagan sem við lifum sko. Nei. Ég er ekkert sérlega gamall en svona farin að eldast en ég man alveg sko tíma þess að þetta var meira og minna í félagslegum rekstri og það er bara alrangt sem að Morkin hendur fram að þetta hefur allt verið einhvern veginn botnlaust tap í bæjarútgerðunum og samvinnuútgerðunum, það er bara rangt. Herri, má ég Sanna, ég er að því að aðaleikar nú nokkra vindur. Ef við tölum græna skrimslið í Breiðholti. Þetta er verið að tala virkilega að taka það niður. Ég heyrði eitthvað segja það. Íbúar, það var íbúafundur sem að kemst að þessari niðurstöðu að það þurfa að fjarlæga þetta. Og ég meina, ef maður sér náttúrulega þessar myndir þarna, hvernig þetta blasir við gagnvart íbúum,
þeir sjá bara þarna einhvern grænan vegg og þú veist, þú sérð ekkert annað. Það hefur komið fram með mitt eins og umhverfissálfræðingurinn Páll Jakob Líndal hefur verið að tala bara hvað þetta skerðir í rauninni lífsgæði einhvern veginn að búa við svona skilyrði og þetta, þú veist, kemur fram þessu umræða bara býtu hvað með hagsmuni fyrirtækisins sem taldi sig nú vera að taka þátt í uppbyggingu og réttum forsendum, fékk nú samþykki og leyfi en þá kemur þessi spurningu samfélagslega ábyrgð, þú veist, viltu raunverulega bara standa í því að vera fyrirtæki sem kemur með eitthvað rísa sko, þetta er rosalegt og ég meina, ég held að lykilspurningi sé alltaf bara að þú veist, íbúar eiga rétt á að búa í heilnæmi umhverfi, það er allan það sem ég geng út frá í starfi mínu sem borgarfulltrúi, að mér finnst þetta mikilvægt leiðarljós að bara réttir íbúa til þess að geta komið heim til sín og inn á heimili sitt sem þeirra griðastæður, en það sem ég finnst athyglisvert í öllu þessu máli það er einhvern veginn enginn sem að, þú veist, tekur ábyrgð, kannast við að eiga ábyrgðina og það er allir svona í borgarkerfinu, þetta er aldrei bara svona byrju, þetta gerðist, byrju, já, þetta er náttúrulega svakalegt, við ætlum bara eitthvað að skoða þetta og kanna og bara koma til bossi í þessu máli. Það eru þetta þannig að þú veist, það er lagt fyrir fundi til samþyktar, alls konar tillögur og breytingar á því að mitt að sameina svo lóðir, en svo er athyglisvert í þessu ferli að það eru mitt íbúar sem að koma með fyrirspurn þarna í miði ferli og er að segja bara, byrju, við höfum áhyggjur að þetta verði risastórt og muni hafa áhrif á útsýni og þetta getur orðið 5 hæðir og þá er svar borgarinnar, sem sagt opinber svar borgarinnar að það sé nánast hægt að fullyrða að slíkt muni ekki eiga sér stað og þetta verði ekki hærra en 1,5 hæð, eitthvað svoleiðis. Þannig það er ótrúlegt einhvern veginn sko íbúar sjá þetta greinilega strax, er að benda á en einhvern veginn svör borgarinnar bara eitthvað nei, það er ekki að ágera þessu og svo þetta fáum við þessi gögn til okkar borgarfulltrúar sem erum þá að lesa málin áður en þetta fer til samþykktar og maður tekur oft mið af sko svörum sem koma fram í umsagnarferli, þú veist, því það er oft bara margar blaðsvör, kannski athugasemdir íbúa, svör borgarinnar og þá einhvern veginn nota maður það til hliðsjónar til þess að geta metið bara eitthvað svona ok, þú veist, það er búið að gera því samtíkt þá var einhver kynnti þetta verið 1,5 hæð. Nei. Sagði þess að þú veist, það væri nánast hægt að fullyrða að þetta yrði ekki 5 hæðir, að þetta yrði mestalega eitthvað svona 1,5, eitthvað svo leys. En það er líka svo merkilegt, sko, það er skýrt og skorinort að sveitarfélög hafa skipulagsvaldi og bara ef að maður hugsar að þarna er íbúðahverfi og þú ætlar að breyta deiliskipulaginu og setja niður svona vöruhús sem áður átt að vera verslun og þjónusta. Og þarna kemur kannski líka eitt af því sem ætti að vera skylda þeirra sem að hafa skipulagsvaldi. Það er ekki hægt að birta breytingar á deiliskipulagi lögbirtingi sem enginn les. Þú veist, þá að vera skylda, hægt að vera skylda, þetta færi einhvers staðar á samfélagsmiðla eða guðmávita hvar við getum, þannig að borgararnir gætu komið að og skoðað, fyrir utan það að sveitarfélög, sko, þau og þeir sem að vinna hjá borginni og þeir sem sitja í borgarstjórn eða bæjarstjórnum, þeir eru að vinna fyrir hagsmuni þeirra sem að búa og byggja borginna eða byggja bæjarfélögin. Og þetta er svona gangandi dæmi það að ég ætla bara ekkert að velta fyrir mér því sem er í næsta nágrenni. Mér eiginlega bara kemur það ekki við, ég þarf að koma þessu húsi fyrir. Auðvitað ekkert að gera við þetta, annað en að rífa þetta. Og það líka einmitt eins og, þú veist, augljóst þarna fjármagnir ræðiföru, þetta er þarna stórfyrirtækja bak við þetta og það er fara að hafa mikil áhrif bara á skipulagið í borginu og skipulagið víðar og svona uppbyggingu og bara til að svona veita smá innsýn sko í hvernig þetta er fyrir borgarfulltrúa, sérstaklega borgarfulltrúa í minnihluta, það fá oft gríðalegt magn af upplýsingum sem að við þurfum að setja okkur inn í á mjög skömmum tíma og ef við sko dirfumst til þess að deila einhverjum skjölum með einhverjum til þess að leitast að fá hjálp og þá bara svipan komin á okkur bara að deila trúnaðargögnum
gögnum sko. Þannig það líka oft sko verið að einhvern veginn ætlast til þess að maður sé búin að setja sig inn í mál á bara, þú veist, ferð aðgang á gögnunum og átt bara að vera að lesa þetta og vera tilbúið með afstöðu þó að þú hafur ekki getað ráðfært í rauninni við efni tillögunar eða efni breytingana. Þannig það líka eitt svona tæki sem að ég myndi segja að hafa verið notað svona til að svona hindra aðgang og það alltaf verið að segja bara já við getum ekki veitt ykkur þessar upplýsingar fyrir að því þannig bara skipulagið og þannig hefur þetta alltaf verið og það nú hefð fyrir þessu bla bla bla. En ég meina hvernig á maður að geta sko í alvörunni bara sett sig inn í málið, tekið meðvita ákvörðun ef maður fer ekki tíma til þess og mér finnst það bara mjög góð punktur og auðvitað þurfa skipulagsgögn og bara allar upplýsingar varða bara hið byggða umhverfi og nærumhverfi að vera á staðnum þar sem fólkið og þó eitthvað hafi verið gert einu sinni þá þurfum við alltaf að vera að uppfæra það og einmitt þetta sé aðgengilegt þar sem einhver en ekki bara einhverju sem eru mjög vel að sér í skipulagsmálum sé bara best að tjekka á lögbirtingarblaðinu stjórnartíðindum en svo alveg eins og núna annað svona skipulagslýs í uppsiglingu í Reykjavíkurborg. Það af því að knattspyrnufélagið Valur vill fá að breyta æfingasvæðinu og byggja 250 íbúðir þar og þá hugsa maður líka hvað þetta vanhugsað. Þetta stórt og mikið og voldugt félag. Það með alla þessa blokk, allt hlíðarhverfi eins og leggur sig, þaðan sem fullorðna fólki að fara og færa sig yfir í íbúðurnar á Smyrilhlíð eða hvað þessar hlíðar heita hinum megin. Og þú ætlar að fara að minnka svæði sem þú hefur til þess að laða að þér börn og unglinga til þess að stunda íþróttir af því að þið vantar meira fé til þess að eitthvað. Já, rekafélagið. Já, þá hugsa maður bara, býtu halló, bara hvað eru þið að hugsa? Engin framtíðarsýn í því að þið viljið vera félagið á þessu mjög öflugt félag með allt sitt og okkur viljið þið skerða aðgengi að heildarsýnin skortir oft mjög. Þú getur ekki eignast útsýni. Ég held að það falli dómur það er eitthvað sem að fór í mál hafa byggt fyrir heima hjá honum og þá var niðurstaðan útsýni ekki til sölu, það getur ekki útsýni. En rétturinn til þess að einmitt hafa birtu, þú veist, ég held að það hafi verið þunglindur páfagaukur í Álfabakka sem var bara eitthvað, með minnir að hafi verið einhver þar og hann bara eitthvað hættir að syngja þetta eða bara eitthvað rosa dimmt held ég núna að þú veist, ef þú ert að skerða bara, þú veist, ef þú færði ekkert almennlegt sóluljós yfir daginn og það er nú nógu krefjandi að búa þetta yfir vetramánuðina, hvað þá þú ert með einhvern dökkgrænan kassa fyrir fram að bara alltaf. Ég ætlaði nú að segja það er nú ekki eins og að sé mikið frambúð af sólarljósi fyrir en ég held að við svona Íslendingar af því nú í nýkominu kosningabaráttu þar sem maður talar við svo mikið af fólki sem maður talar svona hvernig okkur tamt að búta saum okkur einhvern veginn í gegnum hvað sem eru innviðir mjög ríkt til dæmis í mínu kjördæmi talað samgöngu innviðina þú veist það var 7 kílómetra kafli eftir á Dynjandisheiðinni og vinnutækin bara tekin í burtu, þá átti eftir að klára 7 kílómetra og þú veist, og svo keyrir maður þarna núna, þetta bara maður flýgur yfir Dynjandisheiðina og þetta alveg upplifun fyrir okkur sem erum vön að vera í hopp og hí bara í hryllilegum vegi, að fara bara í malbyggaður vegur, svo bara búm 7 kílómetrar af malarvegi veist, þetta er, mér finnst það svona mikið tákmynd fyrir hvernig við Íslendingar hugsum innviða uppbyggingu, skipulag, framkvæmdir og fleira að það eins og við höfum ekki athyglisspönn til að hugsa 20 ár fram í tíma. Það reddast. Og við erum svo mikið bara einhvern veginn og ég held að þetta sé bara eitthvað svona þú veist, Sigur Ingi talaði DNA-ið hjá okkur varðandi það hvað við erum góð í að þola vextina og kannski líður okkur best illa, ég veit það ekki en við Íslendingar við erum svo léleg að taka bara 20 ára planið svona eins og kannski þjóðverjar og fleiri eru góðir í Excel-skjölin okkar eru held ég held að vika kannski og ég er alveg segur með þetta sjálf, ég ætla stundum að búa til brjála skipulag fyrir sjálfa mig, kaupi mér svona dagbók í janúar, ætla að vera alveg bara onnett í hreyfingu og mataræðu öllu ég held út í viku þannig að ég held að við erum sprettþjóð og ég held að sé vegna þess að veðrið er eins og það og við erum með lítið af sólarljósi og verðum brjálið þegar einhver hatar tenni og eitthvað svona þannig að þú veist, við þurfum að ná að temja okkur langtíma sín og það er það sem til dæmis Viðreisn hefur reynt með sínum málflutningi að leggja á dagskrá mál sem kannski taka ekki bara
eitt kjörtímabil og það líka vandi stjórnmálana að fólk svo tamt líka að hugsa bara í þessum 4 árum. Hverju nægi fram á 4 árum? Jú, þú getur skrifað skýrslur, þú getur búið til starfshópa, þú getur tekið skóflustungur. En það rosalega Korteri fyrir kosningar. Já. Eða 5 mínútur fyrir kosningar. Já, en þú séu ringi mölusobrunum í. Já, ég meina, einmitt. En mér finnst þetta greiðilegt ábyrgðarleysi, sko. Falsala opnum. Já, leiktöldin. En mér finnst líka svona ábyrgðarhluti líka fyrir stjórnmálamannin að hugsa, sko, herðu, þetta snýst ekki mig eða hvað ég get sagt við kjósendur eftir 4 ár, heldur einmitt, hvernig ætla ég að líta tilbaka eftir 20-30 ár og hugsa, herðu, vá, við tókum skóflustungu hér og þetta var það veruleika og ég held að svona almennt svona að því ég tengi alveg við það sem þú segir með að hafa lítinn tíma til að kynna sér mál. Þú veist, þetta oft svo mikill asi, það svo mikill þeytivinda í samfélaginu okkar og ég held að sé komið tími til svona aðeins að endurmeta gildismatið og hugsa það hvernig við förum með þessi völd. En ég held að þetta sé líka sko ábyrgðarleysi eins og ég bara samanburð við England var nokkur ár lítil í skóla þar og þá þú veist átti bekkurinn að vera mættir í röð fyrir framan stóra klukku í aðalsalnum klukkan eitthvað og þá þú veist þetta voru bara ungböld sem voru mætt bara í röð og þú veist í minningunum var ég hlaupandi með mömmum bara við erum að verða og seinar og Íslandi þetta alltaf sko þú veist ég tek þetta svo oft sem dæmi að ég get ekki munað eftir því að hafa setið fund hjá borginni frá árinu 2018 sem ég einhvern tímann byrja á réttum tíma. Þú veist auðvitað alls konar aðstæður sem kom upp á og þú veist auðvitað myndi ég vilja búa í samfélagi þar sem við værum ekki svona alltaf að miða allt út frá tímanum sem náttúrulega bara eitthvað svona þú veist já, þetta var rauk fyrir þetta sé svona kapitalistisk uppfinning en við erum í þannig samfélagi ef það er mikið að gera, við þurfum að byrja virðingu fyrir tíma annara og þú getur ekki að halda á litlu hvernig ætlar að fara með eitthvað stórt, þannig að þú veist þetta er ótrúlegt bara býðum í 5 mínútur, býðum í nokkra mínútur af hverju að býða, ég var alveg til að sofa lengur á mótnana ef ég má mæta kortérið en ekki 9 Mér finnst þetta líka að spila inn í bara þetta ábyrgðarleysi sko. En það samingi á milli þessa græna kassa og fiskeldisins í Seyðisfirði þar sem að munum líklega verða fiskeldi þrátt fyrir íbúana og mistöki sem voru gerði í uppbyggingu fiskeldis á Vestfjörðum og mörgu sem eru tilflutningin á kvótanum og svona. Við lifum í samfélagi sem trúir því að sá sem að vill starta fiskeldi í Seyðisfirði að hann ræður, að því við trúum því að framtíðin komi frá svona mönnum, þeir sem að byggja græna kassan, að framtíðin komi þar, hún liggi ekki hjá samfélaginu sem taki ákvörðun um það hvernig framtíð við viljum hafa. Og við erum bara, þetta svo trú sem að ríkjandi hérna, við treystum á peningana og við treystum á peninga sem farið með þannig að það arðsemi í fyrirtækina sem að ræður hvort eru góð eða ekki, sem eiginlega bara mælikvarði á það hvað hægt að flytja mikið af peningum út úr starfseminni til eigandana. En þú gleymir alveg núna Byrju ég það eins að segja, og ef við trúum, þú veist það er stundur sagt að það sem þú treystir á, að það þinn Guð, og því miður að þá það við treystum á því að framtíðin komi með einhverju góðsögum kerasík og eitthvað svona dóttir í, sem náttúrulega var startað með nýsköpunarsjóð, en nýsköpunarsjóðu seldi akkurat þegar einhver var til í að kaupa, það var ljóst að það var komið, annars hefði nýsköpunarsjóðu líklega geta landa svona 35 milljörðum núna fyrir síðasta ári, en gerði það ekki, heldur fór það í hendurnar á viðskiptafélögum Björgólfs Thors og einhverju fleiri. En við trúum þessu að bara þeir sem eru að koma og eru til í að fara með fiskeldi í fjörðin, húsnæðiskerfið okkar þannig, það rekið áfram bara ef eitthvað getur grætt á þessu þá byggjum við upp, við byggjum bara fyrir hermenn blokkir en ekkert annað og þannig og þetta verður bara í vandamálum allstaðar út í samfélaginu út af þessu. Að því að raunverulega þá er skriðafl samfélagsins, það er bara ríkjandi trú að það liggi hjá þessum mönnum sem eru í stöðu þess að segja, ég á bara að reka fyrirtæki mitt til þess að græða eins mikið og ég get og ég á ekki að taka tilliti til samfélagsins og svona. Og svo kemur fólk til og stendur fyrir utan og segir, hvernig verður það, við getum ekki haft aðeins mildara hjarta og maðurinn segir bara, ég bara vinn ekki við það. Ég vinn bara við að græða eins mikið og ég get fyrir þetta fyrirtæki. Þannig að þú veist, við getum ekki ætlast til þess að út úr einhverju svona sem oft á tíðum birtist okkur sem skrýmsl í samfélaginu, að þar komi eitthvað mildi og samfélagslega ábyrgð því miður. En þú sko... Þú leiðilegt fyrir að því að það er hægri konur hérna sem er leiðilegt að segja þetta. Þú gleymir alveg einu í þessu sko, að það er, þegar þú segir við trúum á þetta og við trúum á hitt, að sko, til dæmis bara kjörnir fulltrúar, hvort heldur eru sveitastjórnum eða á þingi, þeir bera ábyrgð
Þingmennirnir setja lög sem að við borgararnir eigum að fara eftir. Sveitarstjórnarmennirnir, þeir setja reglugerðir og annað slíkt það hvernig þeir vilja og bera ábyrgð á því hvernig skipulaginu háttað í sínu sveitarfélagi. Þannig að það má ekki slíta úr samhengi að mínu mati ábyrgð okkar sem að höfum setið í bæði á þingi og í sveitarstjórnum. Embættismannakerfið í skipulagsvaldið hjá sveitarfélögum. Allt þetta líka hefur áhrif á það hvernig nærsamfélagi lítur út. Líka afregluvæðingin og það að fiskeldi fá að byggjast upp á þess að hafa neitt ramma. Já, en ég meina það er algjörlega sammálaðir, en þá kemur að ramminn, hann þarf að koma með sem lög frá Alþingi, þannig að það er samspil manns og náttúru og manns og nærumhverfis og við þurfum einhvern veginn að vera sammála að við berum þessa ábyrgð á landin okkar, á bænum okkar, á borgin okkar og hvernig ætlum við að vinna saman í því að þetta sé til hagsbóta fyrir fólki sem hérna. Ekki einstaklingar sem að geta grætt og þá þarf þetta að vinna saman. En margir í þínu flokki og þínu flokki, þeir segja sér svo en auðvitað eigum við ekki vera að vasast í því. Auðvitað eigum við bara að búa til umhverfi þannig að þessi kallar sem vilja græða sér mest, að þeir fái að græða sér mest því að þannig byggist upp gott samfélag. Það bara trúi og því miður að þá hefur ykkur tekist einhvern veginn að gera þetta þjóðtrú á Íslandi. Já, ég er algjörlega þeim þar. Þú ert í minnihluta í þínu flokki? Já, ég hef alltaf verið allstaðir í minnihluta, Þannig að ég hef, nema þegar ég var bæjarstjóri og oddviti sjálfstæðismann í bænum. En það var það því að fólki treysti mér til þess að vera að vinna. Það er alveg svo framorðið. En það er eitt stórt mál sem við möttum að ræða og verðum að ræða og að því við erum með fyrrverandi skólastjóra hérna. Það er yfirvofandi kennaraverkfall. Já. Var ekkert enn kennaraverkfall með að þú var skólastjóri? Já. En mér finnst þetta svo skemmtilegt að sitja hérna með þessum ungu fersku konum af því að ég er fyrrverandi í öllu Ég er fyrrverandi kennarinn og fyrrverandi skólastjóri, fyrrverandi bæjarstjórinn og fyrrverandi þingmaðurinn. Þannig að mér finnst þetta ömurlegt. Já. Algjörlega ömurlegt og ég og þarna finnst mér samninganefnd sveitarfélaga annars vegar og kennararnir hins vegar getið ekki sest niður og rætt það hvað er börnunum okkar fyrir bestu þó svo að við þurfum eða þið þurfið fleiri krónur í laun og hérna megin sé við getum ekki gert þetta. Ég held að sé einföld leið til að leysa þetta. Nú. Það var alveg eins og ég held að Ástráður Haraldsson hafi leyst hjúkrunarverkfallið eða yfirvofandi verkfall hjúkrunarfræðinga með því að skera 5 neðstu flokkan í burtu og fækka þeim og þar með hækkuðu þeir sem voru á lægstu launum og hinir fengu bara minni hækkun og það eru margir launaflokkar það er niðurskurðarhnífin sem vantar Já, ég meina það er margir launaflokkar hjá kennarasambandinu hvort heldur að það er í framhaldsskólum eða grunnskólum ef þau bara köttið á næstu 5 til 6 næstu flokkana þá mun til dæmis nýliðun verða í starfinu vegna þess að það byrjar engin þannig að ég held að það sé hægt að leysa þetta og það er algjörlega borin von að samfélagi þoli það að allir leikskólakennarar færi í verkfall, grunnskólakennarar færi í verkfall og framhaldsskólakennarar færi í verkfall þá kemur bara að því hvort sem að manni líkar það betur eða verð að núverandi þing þarf að setja lög á verkfallið og vegna þess að þetta mér er andskotansam með það þetta mun rústa svo mörgu og fyrst og síðast mun þetta hafa áhrif á börnin og unglingana. Þetta hefur minni áhrif á fullorðna fólki en þetta hefur áhrif á börnin og unglingana og okkur ber bara siðferðisleg skylda og samfélagsleg ábyrgð til þess að leysa þetta.
Við treystum Ástráður Haraldsson að vera að hlusta. Viðreisn með fjármálvaldið. Þannig að Viðreisn geti ákveðið að gera þetta sem að Hvað viltu byrja með? Standa við þar gerða samninga þetta frá 2016 sem alltaf verið að tala að hafi ekki verið staðið við eitthvað ákvæði sem var samþykkt og já, ég meina af hverju það? Af hverju standa samningsaðilegar ekki við? Að uppfylla það, þetta var sama. Að þið gera samninga langt inn í framtíðina sem að þeir ætla ekki að standa við sjálfur. Aftur þessi langtíma hugsun að það kemur síðan að skuldadögum. Ég held að við í Viðreisn reynda bara verið mjög áfram það að við vorum með þingsályktun á sínum tíma þjóðarsátt kjör kvennastétta. Það virðið smeta þessi störf vegna þess að við sjáum það að einmitt ef að allir þessir einstaklingar leggja niður sín störf þá fer samfélagið á hliðina og við þurfum að virðið smeta það með réttum hætti og tryggja nýliðun og tryggja það að menntakerfið okkar sé framúrskarandi og frábært starfsumhverfi líka fyrir kennara og fyrir börnin okkar. Það er verk að vinna þar og ég held að ég bind mikla voni við það að samningsaðilar náið saman. Ég ætla bara að vona það, ég bara held í þá von. Við vorum í kosningabaráttunni núna í nóvember á sama tíma og verkföllin stóðu yfir og ég hitti þar til dæmis alla leikskólakennarana í Skagaferði sem höfðu þá verið í 6 vikur í verkfalli, voru hittast og reyna einhvern veginn að tala kjark í hvor aðra í litlu samfélagi þar sem að þær mættu auðvitað líka mótstöðu innan samfélags fyrir að vera að búa til vesen fyrir fjölskyldunar sem þarna voru, það er eitt leikskólasvæðinu. Ég meina, við megum ekki fara í þessar skotgrafir, við þurfum að hugsa hvað er það sem að er í húfi þannig að ég held að það sé óbóðslega mikilvægt að ná samningum núna og svo til næstu ára að koma hér á almennilegu einhvern veginn umhverfi utan það að við séum hér með eins gott skólakerfi og hægt og ég held að við Íslendingar við ættum að geta það. Og vera sammála kannski svona einu sinni. Og líka bara starfsaðstæðnar, byggingarnar, við erum bara búin að heyra það er alltaf einhver nýr skóli sem þarf að fara í eitthvað svona tímabundið húsnæði af því að fannst mygla, af því að við vorum einmitt ekki að sinna viðhaldi og hugsa fram í tíman að húsnæði þurfti að vera gott og þá allir komin þessi fræga innviða skuld og rakaskemmdir og mygla sem fara að hafa áhrif á heilsu kennara, starfsfólks og barna sem að auðvitað vilja vera í sínu nær umhverfi en geta það ekki og þá eru þau allir komin einhver aðra deild og þá eru foreldrar skuldast á á fleiri staði þegar við erum að leitast við að vera umhverfisvæn en þessi foreldrar geta náttúrulega ekki sleppt bílnum af því að strætókerfið er bara ömurlegt þrátt fyrir að alltaf bæta upp á 2025 og ég býð bara mjög spennt eftir því þannig að þetta bara fer í hring að við þurfum að byggja samfélagið upp á samfélagslegum forsendum. Okkur gengur mjög vel eins og heyrir leitum alltaf við dýristu lausnum. En ég held að almennt ef þú sért bara myglu í einhverju horni og ákveður að mála yfir hennar staðin fyrir að ráðast á rótum vandans þá lendur í vesenni og þá við okkar bara samfélagi heilt. Það var einmitt þegar ég var skólastjóri fyrir mörgum árum, þá voru líka 2 kennarafélög, þá voru þeir sem ég var með unglingadeild og þá voru bæði HIK og KI. Svo fór KI í verkfall en HIK kennararnir voru með störf og þá þurftu nemendur að mæta svona stopult af því að þú gast ekki lagt skólastarf niður vegna þess að það var bara hluti af hópnum í verkfalli og þá þurftur raun og veru þá mátti maður ekki búa til nýja stundatöflu fyrir börnin vegna þess að þá var maður að ganga á rétt kennarana sem voru í verkfalli. Þannig að það er líka, þetta er svo margslungið en þetta fyrst og síðast verða þetta börn og unglingar sem að verða fyrir tjóni. Þannig að ég bara skora á þetta lið að semja. Já, við öll, en hér endur við þennan hluta að er Marja Rutt, Ragnhildur Ríkharðsdóttir og Sanna Magdalena. Takk ykkur fyrir komuna og við komum hér aftur að vera með spori. Takk fyrir mig. Takk. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði.
leyendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
ætlum að tala hérna á eftir svolítið Donald Trump, hann að taka við sem forseti Bandaríkjanna á morgun held ég. Og þau koma hingað Friðjón R. Friðjónsson og Stefán Pálsson sem báðir eru borgarfulltrúar, en eru kannski svona ólíkum stað í utanríkismálum að einhverju leyti. Við ætlum aðeins að ræða Trump og við ætlum að ræða og við munum sátt ræða við þá hérna vopnahlið á Gaza. En hann, Qusay O'Day, ætlaði að koma hérna, palestínumaður og aðgerða sinni, en hann forfallaðist. Það náttúrulega eru hörmungar sem að ganga þarna, það þjóðarmorð á hans þjóð og þannig að hann hérna afbúða sig með skömmu fyrirvara. En þeir koma hingað á eftir Friðjón og Stefán Pálsson og við ætlum að ræða svolítið Trump og kannski svona aðeins erlend málefni. Eins og þú vildi byrja hérna, spjallið hérna áðan á erlendum málefni? Já, mjög þetta bara þessar hérna loftárásir eða ekki á Gaza í morgun að meðan að Ísraelsmenn bíða eftir tölvupóstinum með nafnalista frá Hamas að þá sendur þeir bara bombur yfir á Gaza. Þetta er bara eitthvað viðbútt? 27. Það voru síðustu fréttir sem ég heyrði. Við ræðum þetta á eftir, en við vorum nú að ræða svona mest bara samfélagið hérna heilt yfir. Við rættum ekki svo mikið pólitíkina. Nei, en þetta voru mjög góðir. Ég mátt að spyrja Ragnheiði Ríkharðsdóttur hvernig hún vill fá sem hérna formann. Því hún er nú ekkert falið dult með andstöðu sína við Bjarna Ben. Nei. Hún er ekki verið hrifin á honum. Hún var ekki hrifin að Davíð Oddssyni heldur, ef ég maður rétt. En það var svona miðað við allt og allt það var gengið fram í henni þegar var skipað menntamálaráðherra að við reiknuðum flest með því að hún yrði ráðherra en það var ekki, hún var ekki forystu flokksins var ekkert sérlega vel við hana. Hún er einn af þessum þingmönnum sem hafði sjálfstæði meðal annars út af því að hún naut svona persónufylgis. Hún sótti ekki umboð sitt til flokksins að öllu leyti. Og það eru munum eftir svona þingmönnum sem voru svona spiluð alltaf svolítið svona eigin leik í sjálfstæðisflokknum, Sverrir Hermannsson og fleiri sem hafa haft þessa stöðu, náttúrulega Albert Guðmundsson og þannig að þetta er alltaf mjög skemmtilegt fyrir flokka að hafa svona fólk. Já, líka fyrir okkur hinn. Já, sem hafa sækja svona umboð sitt að hluta til bara beintir einhvers fólks. Já, sé ekki bara fjárstýrð, þau bara sem sagt segja það sem þau langar að segja og gera það sem þau langar að gera. Og mér langaði að nefna þetta núna því að mér finnst það að vera svona valkostu fyrir Dag B. Eggertsson að horfa á þessa þingmenn til þess að ákveða hvað, að því hann það er alveg augljóst að forysta flokksins ætlar ekki, eða Kristrún, ætlar ekki að, er það ekki komið eiginlega fram að samkomulagið þarna þegar maður var einhvern veginn á milli þeirra eftir að hún hafi verið að hvetja fólk til þess að stróka hann út? Hafi verið hann yrði þingflokksformaður? Já, það hafi ekki verið að meina það þannig, sko, heldur. Nei, en ég er bara að vísi í það. Já, ég held hún að vera að meina það, sko. Því að ég bara ekki ráð fyrir það að fólk meini það sem að skrifa, sko. Já. Ég er svona, styrka hann bara út, þessi þannig, sko. Já. Og svo er alltaf Dagur og hann hundnastur þá þegar hann skoraði alla sjálfstæðismenn að stryka sig út. En það er annað mál. Það var ekki mikið af ógildum atkvæðum í Reykjavíkurkjördæmi norðurs, ekki umfram annað. Nei. En eitt sem við veitum kannski ekkert að fjalla að það voru miklu færri auðatkvæði núna heldur en margar kosningar undan. Svona, ég veit ekki hvað er að túlka það. Nei. En mér finnst að Dagur ætti að hugsa að hafa sérstöðu. Já, af því að þetta er svona klassísk staða þingmanns sem er svona, ég segi ekki með annan fótinn út úr flokknum, en svona bara ég er bara þingmaður Reykvíkinga og ég fyrir borgarstjóri þingmaður í Reykjavík og hann er alltaf að segja það og margir taka undir það með hann, hann hefði ykkur að sín fyrir borgina, ég átta mig ekki alveg á henni, ég verða bara að viðurkenna það, en ég bara er takmarkaður. Þannig að með það sem hefur gerst í honum er fyrst og fremst svona verktakavæðing skipulagsins og sömuleyti þetta með græna skrýmslið og svona og ýmislegt sem er hérna í bænum og þetta skuggavarp allt saman sem fólk er svolítið að vakna upp núna er náttúrulega svolítið hans arfleið. En mér finnst að hann ætti hérna að pröfa að spila svoleiðis
Hann formaður nefndarinnar sem á að rannsaka það sem miður fór í kosningunum. Já, það var svona nefnd síðast líka, ekki í Borgarnesi. Birgir Ármannsson leysti málið. Já, en það voru þingmenn að samþykkja í kjörgengi. Já. Það var nú svo fyndið þá þegar fór hann inn í geimslun að leita kjörkassu þannig í Borgarnesi. Já, það var svo spaugileg upp að koma. En svo var bara Salomons dómur þetta. Mér skrítið að yfirkjörstjórn úrskurði ekki hvort það eigi að vera endurtalning í suðvestri, sko. Já, það getur hægt. Það var, það sem að úrslit liggja þá fyrir í öllum öðrum kjördæmum. Ég held að það sé ekki hægt að taka upp kosninga bara í einu kjördæmi. Það er ekki að taka upp kosninga, það er bara að telja aftur. Það er fyrsta krafan ára það. Síðan fundust þessi, var ekki 25 atkvæði bæjarskrifstofu Kópavogs. Og svo hafa fundist atkvæði sem að tilheyra norðausturkjördæmi. Þegar ég hlusta á þetta, þá er ekki komin tími á því að við tökum bara framkvæmt kosninga af Sjálfstæðisflokknum. Því að meira og minna hefur þetta verið rekið af sýslumönnum og sýslumenn eru held ég bara 90% einhverjir innvígðir og innmúraðir Sjálfstæðismenn. Og þeir hafa farið með þetta og það endalausar sögur mannst eftir kjörkassanum sem valt niður hlíðina og hann gera bíómyndum þegar hann var sýslumaður Þórólfur Halldórsson sem var setti lögbannið á stundina. Sýslumaður bara standasýslu. Já, hann týndi kjörkassa og það var líka... Já, hann mætti líka með kjörkassa sem bór í báta til að kjósa og eitthvað bara öldrunarheimili þar sem hann eiginlega aðstóðaði fólk við að kjósa. Og endalega svona sögur sem hafa verið alltaf til og það hefur verið þannig og svona eitt af þessu sem bara almennt viðurkennt og Íslendingar hafa bara sett sig við að þessi sjálfstæðis sýslumenn hafa svona bara haldið utan kosningarnar og ég held að sé bara komið tími til þess að fara að gera þetta eins og hjá mönnum eins og sagt sko. Píratarnir vildu að kæmi eftirlit frá ÖSE. En aðri flokkar settu sig á móti, það tók ekki undir það líklega vegna þess að þeir bara beygja sig undir þetta að Sjálfstæðisflokkur megi bara að ráða sko. Já, svona svolítið móðgæri að þetta komi utan að komandi ykkur til að efast ágætt Íslendinga. Man setti því þegar að við fórum með pappa að kjósa, að hann koni hjólastól og hann mjög svona nervus hann inni og ég svona að hjálpa hann inn í klefa. Kjörklefa og þá kemur ykkur bara ný og rak mig burtu. Ég var ekkert að fara inn með honum en samt var þetta var sem sagt hann við betur hefðan fengið að laga hjólastólinn sinn. Ég kaus einu sinni með mömmu eða fór með mömmu á kjörstað þá verður settur upp kjörstaður inn á Hrafnistu og þá mæta ykkur svona menn þarna og einn af þeim fer inn með fólkinu sem ekki getur valdið blýant eða eitthvað leys. Og mér fannst þetta skrítið andrúmsloft sko. Mér finnst þetta svona ekki alveg, þetta ekki svona þroskað einhvern veginn. Og það svo margt svona sem hefur bara verið því að þú veist þetta eiginlega okkar sko, við erum svona rétt borðið til valda og við sjáum þetta og þá náttúrulega veður upp alls konar svona klúður og líka eitt í þessu sem ókunnan mann sko eins og þú segir, þá fengið einhvern ókunnan mann til að hjálpa sér en ekki sko til þess að afkoma þetta sinn sko sem stendur manneskinni margfalt nær. Og farið yfirleitt sko innvíðan og innmúraðan sjálfstæðismann til þess að fara með því að það eitthvað bara frændi sýslumannsins eða eitthvað sko eða eitthvað sem hann stillir bara þarna upp og þetta ég veit ekki, ég held að þessi langt í land með Íslendinga svona átti sig á því hvað við erum eiginlega sko þetta er ekki frumstætt, þetta er bara spilt. Við erum bláið, bara allt í lagi alltaf í okkur, þegar slúðis. Herðu, Sjálfstæðis, það er nú enginn búinn að lýsa yfir ætli að bjóða sig fram til formanns, er það ekki eitthvað skrítið? Akkur heldur að Guðlaugur Þór og Áslaug Arna séu að semja og þess vegna bíði Þórdís Kolbrún eftir því hvað kemur út úr því til þess að það er eitthvað svona í gangi? Já, hún sagði síðasta viðtalið sem ég las
Hún hefði ekki enn tekin inn ákvörðin. Hún samt sér hún ég er búin að vera varaformar í 7 ár og ég er tilbúin að leiða flokkin inn í framtíðina. Síðasta flokksráðsfundi hérna sem var mannst ekki, það var flokkurinn í einhverjum vandræðum. Það var haldinn skyndilega svona flokksráðsfundur eða það er ekki afsögnin hjá Bjarna. Svona blásið upp í það á Hótel Esju sem heitir eitthvað Nordica í dag. Já. Þá hélt hún bara ræðu sig og bara einhvern veginn svona ævisögu ræðu hvernig sjálfstæðistarna. Ég hún farin að efast að hún nái kjöri? Já, það sem ég er að segja. Ég held að hún sé að bíða eftir að því að það eru orðrómur það að Áslaug Arna og Guðlaugur Þór sé að semja hver taki við. Og ef að þau stilla saman strengi sína þá á Þórður Kolbrún enga séns. Nei. Og ég er ekkert svo viss að þú heyrt mig segja það, ég held að hún hafi ekkert svona mikil stuðning inn í flokknum og hafi ekkert skánað eftir því sem ári líða og það er verið alltaf meira og meira var við andúðgagvartinni og ég sá viðtal við hana, var ekki á Heimi Má, þar sem hún er að leggja á eitthvað svona mildari útgáfu á Sjálfstæðisflokknum. Ég veit ekki, og þú veist, hún er ekki að tala gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn að vera svona eins og Ragnheiður Ríkharðsdóttir og margir tala fyrir. Heldur, þetta er eitthvað svona blæbrigðamál sem að ég held að flokksmenn vilja ekki heyra. Það er stór hluti af flokksmennum. Þau vilja meira svona spöngi í þetta eins og Áslaug Arna eða svona fætir eins og Guðlaugur Þór en svona einhvern veginn svona mildari útgáfa af Sjálfstæðisflokknum. Ég held að þetta sé bara ekkert upp á pallborðið Nei. Þannig ég held að hún sé núna vegna þess að Áslaug Arna og Guðlaugur Þór er eitthvað að semja að annað verði formannsefni og hitt varaformannsefni og það verði svona sáttagjörð inn í flokkin að þá myndi Þórdís Kolbrún líklega ekki hafa séns. Nei, þannig eru konir allavega 2/3. Já, gætu unnið í fyrstu umferð. Með þeim teimur. Gætu unnið í fyrstu umferð. Já. Hinn kosturinn er það að fari fram 3 eða 4 og þá verði líklega kostið 2 því að enginn að svo Guðlaugur Þór myndi aldrei ná meiri hlutanum á móti þeim 3 og ekki heldur Áslaug Arna en kannski svindlum við að því við erum að fá innlenda stjórnmálaskýrendur til þess að tala innlend málefni núna eftir og ræðum aðeins Sjálfstæðisflokkin svona í byrjun, ég veit ekki. Framsóknarflokkurinn, það er alltaf verið að tala að þessi svona undur og hefur trú á því að Lilja nái því að þrýsta á eitthvað. Þetta er nefnilega vonlaus staða sem formaðurinn er í, algjörlega vonlaus staða. En Lilja er í enn lakari stöðu. Já, þetta er fjall á þingi. Það er bara... Já, ég var ekkert að hæpa hann upp neitt, ég er að segja. Sigurður Ingi, sem vil sitja sem fastast, hann er í vonlausu stöðu. Nei, hann myndi vera hættur ef hann var í vonlaus. Það sem hann hugsar, bíðum aðeins og sjáum til. Svona, ég menna þessi ríkisstjórn á eftir að fara í gang og svo kemur allt inn í ljós svona einhver andstaða við hana og eitthvað fleira og þá kannski, þú veist, jöfnu við okkur og allt inni byrju við að mælast með 10% og svo 12% og svo 15%. En viljið þá skipta formann? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta sé hans plan. Nei, verður bara eitthvað breyting. Bjarni ætlaði að spila inn á þetta svolítið, að fresta kannski landsfundunum og veri í stjórnarandstöðu þá allt í einu kannski kemur ljós að allt í einu mælist Sjálfstæðisflokkur með 35% fylgi á móti óvissri ríkisstjórn og ætlaði að skipta form á þá. Þannig ég held að Sigurður Ingi sé að hugsa þetta. Já, en það er ekki nú að hann hugsið það. Nei, hann er í flokki. Flokkurinn það líka hugsa, það er fólkið flokknum. Já, en ég held að Lilja sé ekki í stöðunni til þess að knýja þetta í gegn því að valkosturinn ég vil að hún þurfi bara verja að vera varaformaður Já. Herðu, það eru konir til okkur fólkið. Tökum örstuð hlé og þeir koma hingað stjórnmálaskýrendurnir Stefán Pálsson og Friðjón R. Friðjónsson. Þetta er augnablik.
Já, það voru þetta 3 konur hjá okkur áðan og við ætlum að hafa 3 kalla hérna í seinni hlutunum en Kusai O'Day sem paladískur, hann forfallaðist, kannski það tengt atburðum dagsins sem að Ísraelsmenn notuðu tækifærið þegar voru smá tafir á því að senda eitthvað lista og drápu enn fleiri. Við ætlum að ræða svolítið vopnahlið en mest ætlum við að ræða það eru valdaskipti í Bandaríkjunum á morgun. Donald Trump tekur við og þá breytist heimurinn. Hingað kominn Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrúi og Stefán Pálsson sem varaborgarfulltrúi. Breytist heimurinn á morgun, Friðjón? Nei, en það mun ýmislegt breytast. Það bárust fréttir í lokvikunar að það voru skipulögð skyndiáhlaup á nokkra borgir í Bandaríkjunum til þess að finna ólöglega innflytjendur og safna þeim saman og reka þá úr landi. Þeir hafa nú eitthvað dregið í land vegna þess að það erfitt að gera skyndiáhlaup þegar það er búin að segja frá því í fréttum. En sko það verður hann er búin að lofa því að náða fólki sem að réðist á þinghúsið á 13. 2021 þannig að á fyrstu mínútum valdatíða sinnar. Þannig að það mjög ýmislegt breytast í og auðvitað, hann er þannig. En þú veit, hvað hafa margir forsetar verið kosnir með því loforði og yfirlýsingum það að þeir ætla að breyta pólitík og breyta Washington og breyta hinn og breyta þessu og síðan líða hlutirnir áfram í svona hefðbundna ferli og kerfið stækkar og ekkert breytist. Og lítið breytist. Þetta er alltaf olíuskip. Hann er búin að boða mikla breytingar. Man ekki fjöldan á málunum, það er bara sem að skera niður ríkisútgjöld þriðjung. Jú, ég meina það er eiginlega bara að leggja niður Bandaríkin eins og við þekkjum þau. Ekki? Ekki ætlar hann að skera niður herútgjöld, þannig að þá er allt sem er skorið niður sigur svona einhverja baráttu almennings fyrir að hafa einhvers konar sanngirni í samfélaginu verður líklega fleygt. Sko, hann hefur kannski meira með, hann er sérstaklega með alríkisútgjöldin að gera og meðan að kannski þessir mikið af þessum innviðum og þessum félagslegu innviðum eru á ríkjabasis. En þetta er náttúrulega alveg rétt sem Friðjón segir að pólitíkin er ísbrjótur eða olíuflutningaskip og sérstaklega hygg ég að það verði varðandi utanríkismálin. Að mannaskipti í Bandaríkjunum eða forsetaskipti, þau hafa haft mun minna að segja varðandi utanríkismál heldur en menn hafa oft reiknað með. En ég held að áhrifin verði þá meira heima fyrir. Það er þessi óboðslega áhersla á að reyna að sýna fram á áþreifanlegan árangur strax í að reka fólk í burtu. Hvort að stemningin fyrir því muni síðan haldast þegar að myndirnar af því þegar verið að framkvæma þessar brottvísanir fara að rata á sjónvarpsskjáinn, það er ekki alveg jafn ljóst. Og svo erum við með, sem er náttúrulega frekar kannski óhefbundið fyrir okkur sem að eldri eru fyrir republikana forseta, þá er þetta mikla dálæti á tollum og svona eiginlega því að bara stíga fram af ákafa og segjast ætla að fara í viðskiptastríð. Jafnvel við til þess að gera vinveitt ríki á meðan að svona menn hafa kannski, hafa forðast þessa hreinskilni. Já, ég meina, sko, það sem að sá slagur sem að ég er pínu, sko, spenntur fyrir, ef svo má segja, er að það verða kosningar í Kanada á þessu ári.
Pierre Poilievre í kjörstöðu til þess að vinna þær kosningar eftir þessar hrakfarir Trudeau og langa valdatíð. Segðu okkur hver hann er? Hann fyrsti formaður íhaldsmanna í Kanada sem að leiðtogi sem að eitthvað svona hægt að tala að svona sé að taka sér pláss. Íhaldsmenn í Kanada voru... Þeir þurrkuðust út bara fyrir einhverjum löngu síðan. Já, 1992 eða 3 þá voru þau með hreinan meirihluta á þingi í næstu og í kosningunum þá þurrkuðust þeir út og voru með 2 eða 4 þingmenn af úr tæplega 200. Þannig að þeir byggðu afhróð og hafa verið lengi og klofnuðu þá og hafa verið lengi að koma sér saman eftir það aftur. Okay. Þannig að þetta í fyrsta skipti svona í langa tíma sem að eitthvað og það gaman að hlusta á hann. Hann mjög mælskur og núna bara í vikunni var hann með hótanir í garð Trump það að hann ætlaði að vernda hagsmuni í Kanada. Hann dálítið svona á argentínsku línunni hann miklu meiri frjálshyggjumaður heldur en Trump til dæmis. En hann sem sagt hann kjaftfor og myndband sem að fór býsna víða sem að sýndi hann í viðtali þar sem hann var bara graðkandi sér á epli og meðan á því stóð og baunaði síðan út úr sér stækri frjálshyggjunni. Og það, ég held að sé eitthvað þar í kringum 80% af olíu sem flutt inn til Bandaríkjanna kemur frá Kanada og mest hráolía sem síðan unnin í Bandaríkjunum og gerð verðmætari. Eitthvað 60% af öllu rafmagni sem kemur til Bandaríkjanna, það líka búið til í Kanada. Þannig að þetta ekki einhliða samband eins og Trump vill vera að láta. Þannig að þetta verður áhugaverð átök fyrir okkur áhugamennum stjórnmálakeppnir. En kom síðan náttúrulega líka gjörsamlega upp úr þurrum, maður hafði einhvern veginn ekki fengið neitt pata á því að það væri einhver grund á því góða milli Bandaríkjamanna og Kanadabúa og svo erum við allt í einu komið með næsta forseta Bandaríkjanna farin að tala það að landamærin milli Bandaríkjanna og Kanada séu bara pennastrikk og séu raunin bara hálfgert plat og væri kannski bara ástætt að skoða þetta betur, talar innlima Kanada og gera það 51. ríkinu. Já, talar forsetisráðherrann bara sem svona héraðsstjóra. Þetta með hreinum og þvílíkum ólíkindum. Látum vera þó að hann sé með einhvern yfirgang og dólgsátt varandi Grænland. Það myndi mig helst á það þegar að Ronald Reagan þurfti að hnikla vöðvana og sína hvað hann væri mikill stríðshaukur og réðist á Grenada. Af því að bandarískum almenningi var alveg sama hversu þó Grenadabúar væru bara 100.000 talsins. En þegar að mikilvægasta viðskiptaríkið og nágranninn að ræða þá maður eiginlega bara alveg dolfallinn. Ég meina hann fór í ákveðið viðskiptastríð við Kanada á sínum tíma þegar hann var forseti síðast og lagði tolla á ál og stál frá Kanada. Þannig að það förum aftur upp spurningunni, það verða mikla breytingar en hvernig þær verða og hvar þær mun liggja og hvernig olíuskipið mun einhvern veginn snúast og þræða í gegn. Það erfitt að segja vegna þess að við vitum ekki hvað hann mun standa við. Hann stendur ekkert við næstunni, sem betur fyrir stendur hann ekkert við allt sem hann segir. Nei, en eigum við í næstu 4 árin að reikna með eða búa við frá honum sem að allar bara heimsbyrnileg einhverju rogastans svona mikið ólingettatól. Erum við að sigla inn í eitthvað svona bara skoppara kringlu? Allavega hann mun hafa ákveðin tögl og haldir. Hann lætur náttúrulega eins og hann sé með aukin meirihluta í báðum deildum þingsins. Hann með örmjóan meirihluta örþunan meirihluta í fulltrúadeildinni og reyndar báðum deildum. Næstu kosningar sem eru í nóvember 26 þar verið að kjósa mun fleiri þingmenn republikana í öldungadeildinni heldur demokrata. Þannig að við minnum að séu svona svipað eins og var núna síðast nema með öfum formerkjum. Þannig að 2/3 þeirra sem eru í kjöri eru republikanar og 1/3 demokratar. Þannig að það þarf ekki mikið að gerast til þess að snúa því við. Staðan í fulltrúadeildinni þannig að þeir eru með 219 þingmenn og verða líklega með 220
og þú þarf 218 til að hafa meirihluta. Þeir eru með 2 manna meirihluta í fulltrúadeildinni. Það þarf ekkert mikið að gerast til þess að, og í kosningunum 2026 er það nánast óhjákvæmilegt, eða sé ekki óhjákvæmilegt, en það er svona, sagan segir okkur að sitjandi forseti tapar þeim kosningum. Þannig að hann getur bara lent í því að vera í minnihluta í báðum deildum og þá verður þetta allt saman miklu erfiðar og miklu þyngra og til þess að gera allt það sem hann þarf að gera. Þannig að hann hefur í raun og veru núna 1,5 ár, þú veist, 1 ár og 10 mánuði til þess að gera það sem hann ætlar að gera. En svo erum við líka, kannski ómennilegt fyrir byrjun á forsetatíð, að þetta er samt sem áður ekki forseti sem að er neitt hann getur ekki tekið önnur hann að kjörtímabila að þessu loknu, þannig að hann er í rauninni á seinna kjörtímabili, ef svo má segja, og menn hefða sér nú oft dálítið öðruvísi þar. Þá fara forsetar að hugsa að stilla til friðar í Miðausturlöndum og einhvers staðar annar staðar, búa til einhverjum svona legacy það hvað þeir hafa gert. Clinton gerði það á sínu seinna kjörtímabili og reyndi og svona varð meiri áhersla á og Obama líka og svo framvegis sko. Þannig að kannski hefur Trump ekki sama smekk og þessi menn legacy. Nei, en hann er algjörlega meðvitaður það hvernig er talað hann í framtíðinni. Hann vill verða besti forseti sem að sögur fara af, allavega í eigin huga, og fá einhverja staðfestingu. Hann gengur út að fá svona validation. Þessi hégómalegur. Já. Guð mig góður, ég meina þetta gangandi. Já, ekki að reka ríkið bara út á hégóm og skapa eins mann. Þið nefndu íhaldsmenn í Kanada velja sér fórustu sem er svona líkari Trump heldur en svona venjulegum íhaldsmanni. Þú nefndir Argentínu, Milei, sem er með svona sambarlega yfirlýsingar. Ég man ekki hann ætla að loka mörgum ríkisstofnunum þegar það taki við völd og sömuleyti hefur hann gert ýmislegt en verið stoppaður við annað. Er Trump eitthvað svo mikið frávik í pólitíkinni? Erum við ekki bara komin yfir á tímabil Trump og ég minna stjórnmálamennin allavega hægra megin eru menn að velja raunverulega þessa leið frekar heldur en svona, ég veit ekki hvað er klassíski íhaldsmennska? Mér finnst Milei og Povlier vera mjög ólíkir Trump að mörguleyti. Jú, þeir fara að hluta til inn í svona ákveðin menningarpólitík sem að og þessi menningarstríð og umræðum réttindi transfólks og svo framvegis, en þeir eru miklu meiri frjálshyggjumenn heldur en nokkuð tíma Trump. Trump hefur engan áhuga á viðskiptafrelsi. Það hefur það sem að mín gagnrýni hefur verið á og ótti minn við það að hægri menn í Evrópu fara að elta Trump í því að vera á móti fylgjandi tollum, á móti viðskiptafrelsi, því að það er alveg katastrófa fyrir lítið land eins og okkar. En hann er saman á Milei að brjóta niður ríkiskerfið og ólíkarkvæða bara samfélagið. Þess vegna hefur Biden líklega verið að vara við þessu því að þetta er tónnin sem er gefinn að láta bara auðkýfingunum eftir Já og nei. Þetta er líka það að kerfið allstaðar í Evrópu og þið hafi verið gagnrýnin á það líka, svona og bendi ég á þig Gunnar og hugsa sósíalista að svona Stefán þykist líka vera sósíalista. Já. Þykist ekkert með það. Verið gagnrýnin á svona kerfisvæðinguna. Þar að segja, og ég er ekki að tala um stuðning við heldur svona hvernig kerfið þenst út í þessu mentuðu innan gæsalappa faglegu elítustjórnmálin. Þið hafa verið gagnrýnin á það. Ég held að þetta komi af sama meiði. Þetta er allt önnur tegund. Þannig þeir eru bara að leggja niður raunverulega það að við getum mótað samfélagið okkur og framtíðina á lýðræðislegu vettvangi. Þeir eru að veikja hinn sameiginlega lýðræðisvettvangin til þess að allar ákvarðanir sem vilja teknar út á henni svokallaða markaði. Ég segi samt að grunnurinn, óánægjan og ástæðan fyrir því að Trump fekk þennan stuðning sem hann fekk var gagnrýni á Washington og elítustjórnmálin þar. Milei komst til valda vegna gagnrýni á elítustjórnmálin og árangursleysi þessar hefðbundnu stjórnmála og það er það sem að svona grófunda Trudeau einmitt og það er það sem er ákveðin líkind á milli. En ég held líka einmitt að
Trump mjög dæmigerður pilsfaldakapitalisti já. og og það náttúrulega það sem í rauninni einna makalausast að sjá jafnvel bara fyrir opnum tjöldum svona hann svona makkandi einmitt með sínum ólíkörkum og hjálpandi þeim að setja síðan einhverjum keppinautum stólinn fyrir dyrnar og þessi allt þetta sérstaka hliðardæmi sem að hefur með Elon Musk að gera og Twitter náttúrulega bara með slíkum ólíkindum. Og líka bara hversu ríkur Musk hefur orðið og Tesla náð ákveðnum árangri með niðurgreiðslum og vernd bandaríska ríkisins og fjárhagslegri aðstoð bandaríska ríkisins hreinræktar pilsfaldakapitalismi og alls engin frjálshyggjukunnar. Þannig að ég bara horfa þig. Ég var niðurbrot lýðræðisvettvangsins ný frjálshyggja. Mér finnst þetta hugtak nýfrjálshyggja vera þreytt. Við erum búin að tala nýfrjálshyggju núna í 40 ár. Þannig að hvenær hættur hún að vera ný og hvað nýfrjálshyggja? Þannig að ég aðhyllist bara svona klassíska frjálshyggju það að fólk ber ábyrgð sjálfu sér og einstaklingsfrelsi og viðskiptafrelsi og svo framvegis. Þessum nefndi þess að kalla að þú talar stundum eins og þú sért svona klassískari íhaldsmaður heldur en þeir og ég að spyrja, þessi kallar ekki bara taka yfir hægri vettvang stjórnmálanna alls þar í heiminum? Ég hef áhyggjur af því. Við erum með það í Bretlandi, við erum með það í sumuleyti í Þýskalandi, við erum með það í Frakklandi, við erum með það í Ítalíu, við erum með það í Brasilíu, við erum með það í Argentínu, við erum með það í Kanada, við erum í Bandaríkjunum, það ekkert eftir að ykkar lendum. Ég ósammálaði varðandi Milley og ákveðinleiti varðandi Milley og Kanada. Þetta hefur Milley? Að mörgu leyti. Það margt sem að hann hefur gert sem að ofboðslega áhugavert. Hann hefur bætt, hann hefur dregið úr verðbólgu gríðarlega en það hefur verið á kostnað, auðvitað, þetta hefur verið svona, þetta hefur ekki verið smáskammtalækningar, þetta hefur verið mjög brútal og en það frálegt hvað Argentína hefur verið veikt land undanfarin 50-60 ár miðað við hvað það var öflugt í upphafi 20. aldar og hvað það var í kjörstöðu til þess að verða eitt af ríkustu löndum í heimi. Þannig að og það bara ákvarðanir stjórnmálamanna sem að gerðu það verkum að Argentína varð eins og Argentína varð og sama með Brasilíu. Það getur náttúrulega opnað líka á ennþá stærri umræðu ef við ætlum að ræða um pólitíkina í Rómönsku Ameríku og hvernig þar höfum við náttúrulega líka haft bara séð afleiðingar af heimsvaldastefnu og framferði öðringa og bara neikvæðum afleiðingum þess að vera mjög skýrt inn á skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna. En upplifir þú að hægrið sé svona breyta karakter með Trump og þessum mönnum sem ég taldi upp? Já, ég held að það sé nokkuð óumdeilt. Meira að segja, Trump verður ekki eilífur og og kannski verða það bara lífstílsjúkdómarnir sem að bjarga okkur frá þessu öllu saman en sá flokkur sem hann að skilja eftir allt öðruvísi flokkur heldur en sá republikanflokkur sem að áður var og maður upplifði það mjög lengi fyrst þegar að Trump fyrirbæri kom fram að þá voru svona hefðbundnari valdablokkir í republikanaflokknum svona sem að litu dálítið á að þau væru svona fullorðna fólkið í herberginu þyrftu bara svona aðeins að bíða hann af sér og svo myndi menn fljótlega sjá í gegnum hann og aftur myndi þetta svona leita í eðlilegan farveg og menn myndu aftur horfa til svona sömu hefðbundnu valdaættana og valdablokka. Það ekkert að fara að gerast. Ég meina næsti Trump verður enn verri. Næsta forseta efni republikanaflokksins verður miklu líkari Trump heldur en þeim frambjóðendur sem við vorum að sjá kannski valdamót. Já, þetta einmitt áhugaverð spurning varðandi establishmenti í republikanaflokknum fóru margir inn í ríkisstjórn Trump til þess að vera og svo ég vitni í einn kunningja minn sem að talaði við eitt ráðherra sem hafði verið í ríkisstjórn Trump
til þess að vera fullorðni einstaklingurinn í herberginu. Og viðkomandi fór inn í þá ríkisstjórn með það fyrir augum að vera svona, hafa smá stjórna og vera fullorðni maðurinn í herberginu. Þessu fólki ekki hleypt að borðinu núna í þessu að mestu leyti. Við sjáum að vísu að Marco Rubio að verða utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Hann verður þar af leiðandi í kjörstöðu til þess að fara í forsetaframboð eftir 4 ár. Þannig að og mun etja kappi við J.D. Vance og einhverja fleiri. Og það verður forvitnilegt að sjá hverjir, hvað verður Repúblikanaflokk Trumps. Hann klárlega búinn að breyta Repúblikanaflokknum og bara besta dæmið, en þetta samt sem að þróun sem á sér lengri tíð heldur en bara, lengri tíma heldur en bara, innkoma Trump. Það tippokar hefingar. Já, og miklu lengra, alveg aftur til 7. áratugurins þegar að Barry Goldwater var í framboði og Lyndon Johnson kom í gegn mannréttindalöggjöf, að þá svona kvarnaðist upp úr Suðurríkja yfirráðum demokrata og Ku Klux Klanliðið og rassistarnir flúðu úr demokrataflokknum og yfir til Repúblikana. Það sem að og það bara skýrasta dæmið það að þegar Repúblikanaflokkurinn stofnaður fyrir 60 árum síðan, að þá var svona valdamiðjan á Nýja Englandi. Iðnaðar, borgirnar og iðnaðurinn og svona og Bush-fjölskyldan frá Nýja Englandi. Við sem komum hingað fyrst. Já. Það var Repúblikanaflokkurinn. Já. Repúblikanaflokkurinn á ekki einn þingmann í fulltrúadeildinni á Nýja Englandi núna. Ekki einn. Þeir eru allir í suðrinu og vesturinu og miðvesturinu. Þannig að og það bara svona, það lítið dæmi það hvers konar pólun hefur átt sér stað í bandarískum stjórnmálum og hvernig flokkar geta breyst og þróast og svo framvegis. Þannig að og ég meina Robert Byrd sem var senator fyrir Repúblikana, hann byrjaði sem demokrati og var klansmaður og var síðan Strom Thurmond annar, sem var forsetaframbjóðandi 1948 en deyr síðan 100 ára sem forsetaframbjóðandi demokrata og klaufs út úr demokrataflokknum 1948 til þess að og fór síðan yfir í það að verða öldungadeildarþingmaður Repúblikana frá Suður-Karolínu og deyr 100 ára í embætti. Þeir reyndar eiga það að þeir taka þetta hugtak öldungadeild mjög bókstaflega. Þetta alveg ævintýralegt að sjá hvað... Thurmond var 96 ára í sínum síðustu kosningum. Já, og menn eru bara bornir láréttir út úr þinginu, Það dregur þinginu í hlé bara því að... Ég meina, Dianne Feinstein, síðasta dæmi sem var hvorki með ráðinni rænu og henni var trollað inn í hjólastólinn á þingfundi, á þingnefndafundi og menn töluðu að starfsmannastjórinn hennar væri raun senator fyrir Kaliforníu. Sem að minnir helst á það staðalmyndirnar sem að við vorum með af forystusveit kommunistaflokksins í Sovjetríkjunum undir lokin í kaldastríðinu. Svo fer maður á Wikipedia og sér að þetta var allt mennum sjötugt. En áhrifin frá Trump á stjórnmála, við má halda því áfram. Fyrri tími Trump, hafði það ekki raunverulega áhrif á þessa hægri bylgju í Evrópu og eins og hún þetta náttúrulega ekki venjuleg hægri bylgja, þetta eiginlega svona populísk hægri bylgja verið að kalla, ég veit ekki hvað þetta kallaði, Nigel Farage og Meloni og þetta allt saman, en núna kemur hann aftur og má ekki búast við svona annari bylgju. Ég var, tók þátt í kosningunna í nóvember og þar var á einhverjum fundi sem var að vera ræða eitthvað allt annað mál að þá sagði frambjóðandi flokksins að þeir stemdu að niðurskurði ríkisútgjalda 1/3 og maður bara, veitu hvað? Það hefði ekki verið fræðilegu möguleiki eitthvað að þeir láta þetta út úr sér bara í vor, en bara leið og þetta komið að þá allt í einu byrjar þetta að flæða yfir
alla stjórnmálaumræðuna, allt í einu bara svona, ég veit ekki hvað það kallar miðjan eða vettfangur stjórnmálanna eru byrjað að snúast mál sem að erum við raunverulega að ræða þetta? En höfum við ekki verið að flæða svona hægt og rólega meira og meira alltaf til svona vinstri sinna, það sem ég hefur fundist þeirra, vinstri sinnara elíti stjórnmála og þetta er bara viðbragð við því og að vera að sveifla pendúlunum tilbaka. Við erum alltaf með við erum að fá flóknar löggjöf sem við skiljum síðan ekki og bara eins og dæmið er núna síðasta dæmi sem gerist í vikunni varandi Hvamms virkjun. Það sem engin ráðherra síðan 2013 hefur skilið lögin. Lítur út fyrir að ég ætla ekki að fullyrða það en bara ekki Landsvirkjun heldur. Nei, ég meina og ég kom inn á þing sem varaþingmaður á síðasta kjörtímabili nokkru sinnum og þingmönnum er ákveðin vorkunn í því að það mál koma mjög flókin inn. Það er erfitt að einhvern veginn að komast til botns í það, menn stóla algjörlega á fulltrúa ríkisvaldsins það að þau séu útskýrð og færða á svona ákveðið mannamál sérstaklega þegar við erum að taka inn Evróputilskipanir þannig að hvenær heyrðu þið fyrst orðið, hvað heitir það? Vasslott bara já þannig að og ég held að þetta sé miklu meira viðbragð við þessari svona, eins og segi, pendúllinn sveiflast alltaf að einhverju leyti tilbaka og ég held að þetta sé viðbragð við þeirri þróun, þessari svona klintonisma, blerisma þróun sem að byrjaði á 10. áratugnum og jafnvel byrjaði enn fyrr í pólitíkinni. Clinton tók nú þátt í mikilvægi afregluvæðingu til dæmis á Wall Street og hann kallaði nútímavæðingu sem kostaði okkur hrunið og fleira. En undir þeim formerkjum að vera vinstrimaður. Og þannig að hann breytti hann var að breyta þá þegar Anthony Giddens var að skrifa sína bækur og svona þá verðum við að tala um allt aðra vinstrimennsku upp úr 10. áratugnum heldur en hafði verið á 7., 8. og 9. Ég meina, þið vitið það betur en ég. Nýfrjálshyggjumenn, Clinton og Blair. Já, og lögðu þetta og litu einhvern veginn svo á að það verður svo mikið unni með því að fá viðurkenninguna, að fá klappið á bakið frá peningaöflunum var einhvern veginn svona sýndi fram á það að þeir væru snjallari, þeir væru hæfari. Ja, bara vinstri við líti nógu vel út í jakkafötum að þá væri þetta allt í lagi. Já, vinstri þyrfti bara að raka sig og fara í jakkaföt. Já, Tony Blair var eiginlega við ætlum að vera með sömu stefnu en það verður bara meira gaman í okkur. Einmitt, Cool Britannia. Nákvæmlega. En hitt, smárið, ég hef ekki að ræða eins vopnalið. Mikið eftir ósagt í hinnu, finnst þú hvað það? Já, ég meina, hann finnst ekki ég verið búin að viðurkenna það að við séum öll á leiðin til helvítis, þannig að bróðin. Ég er bara að velta fyrir mig áhrifum á Trump, svo við getum reynt að meta það í Úkraínu og í Gaza og svona, en hættan er svo að við vitum ekki alveg hvort það sé eitthvað svona öflin í Bandaríkjunum sem að munu halda raunverulega kúrs alveg sama hvað hann vill kallinn og sama með innanlands og svona, þess vegna fannst mér bara gaman að tala bara um áhrif hans á pólitíkina almennt sem að mér finnst það hafa verið gert of lítið úr í sambandi við fyrra tímabilið, að það opnaði svona ákveðna gáttir í pólitíkinni og þar í kringum hann voru að vinna menn sem að voru eiginlega með svona stefnu að bara brjóta öll þessi kerfi sem við voru byggð upp bara með miklu átaki í svona félagslegri uppbyggingu á 2000-öldinni, svona húmanísku tímabili í stjórnmálum og okkar heimsluta á eftirstríðsárunum og stefnan var eiginlega svo að bara brjótum þetta allt helviti niður og sjáum til hvað verður út úr þessu. Og sömuleyti held ég að sjá hvern hætta og við nefnum þetta Milley og fleiri sem er eiginlega á þessari línu að það sé bara hætta við þetta verði eiginlega svona normið að út af elitustjórnmálunum og hvað svo illa okkur gekk að reka okkur á stofnanir ef við ekki bara brjóta þetta og hendi svo öllu og þá munum við náttúrulega setja upp í einhverjum Mad Max tíma þar sem að Elon Musk og fleiri bara ráða samfélaginu og hann er að tala um Bitcoin og svona sem er umverulega að taka seðlaprentunina af almannavaldinu og flytja hana bara út á markaðinn.
Þannig að við erum að tala núna í pólitík svo alvarlegt afturhvarf, ekki bara aftur til setja stríðseldur bara einhvers staðar á bara frumbýlisár kapitalismans fyrir verkalýðsfélög og viðspyrnu almennings gagnvart þessu valdi. Ég held að við séum þar. Já, ég er ekki alveg sammála. Ég er ekki að klippa hér. Ég er ekki alveg sammálaður með hversu dökk myndin og ég hef meiri trú á manneskjunni og bara hvernig við erum hvernig við bregðumst við. Og svo þetta líka þetta er svo hverfult eitthvað. Þú sér það Musk lofaði Farage $100 million. En síðan viku seinna dró hann það tilbaka vegna þess að Farage vildi ekki styðja Tommy Robertson sem bara pjúra rasisti. Frá Luton. Já, glæpamaður. Glæpamaður frá Luton. Og ykkur stuðningsmaður Luton Town og segir sitt að þetta er maður sem vísa til eins og hann sé einhverja pólitískt autoritet og við erum með unga menn á Íslandi að dreifa einhverjum myndböndum. Og þetta er maður sem bara tók upp nafn eftir uppáhalds fótboltabullinu sinni. Já. Bara ofbeldismanni og fanti. En Farage, að við nefnum það, og það er dæmi flækjurnar í þessu, að þar erum við síðan með pólitík sem að virkar eins og þú lýsir, Gunnar Smári, en er síðan réttlætt. Þannig að þetta sé einhver leið til þess að standa þó vörðum þessar stofnanir. Þannig áttu menn að kjósa með Brexit, hvers vegna til þess að bjarga NHS, bjarga heilbrigðiskerfinu og það sé svona sérstaklega mikilvægt að elda nú uppi alla hælisleitendur og sökkva bátunum þeirra á siglingum á milli landa vegna þess að það sé einhver leið til þess að borga gamla fólkinu eftirlaun. Þannig að þannig sjáum við þessar furðulegu mótsagnir. En við erum mér finnst stundum við erum með svo þröngt vegna þess að við erum alltaf að horfa á samtímann og hvað er að gerast dagstælega og þá erum við með áslega þröngt sjónarhorn á hvað er að gerast. Við erum búin að vera í mjög stuttu tímabili í mannkynssögunni og eins og Gunnar Smári sagði að það sem við byggum til eitthvað svona velferðar samfélög á Vesturlöndum bara og og síðan bara byrja einhverjir aðrir byrja einhverjir aðrir kraftar að hafa áhrif á hvernig hvað er að gerast. Við erum að sjá þessa meiri háttar flótta frá Suður-Ameríku til Bandaríkjanna. Hluta til vegna loftslagsbreytinga, hluta til vegna og mjög margir vegna ástandsins í Venezuela og Nicaragua og þeirra átaka sem eru þar sem að þessi átök voru samt sem áður líka á 8. og 7. áratugnum en það var samt ekki svona mass immigration eins og eða svona fjölda flótti eins og núna. Þannig að þú veist það að þetta sé að gerast síðan þegar ég hugsa stundum að hvernig verður horft á þennan tíma eftir 200 ár. Því að þegar við horfum 200 ár aftur í tíma þá er eitthvað svona atriði eins og sem okkur finnst skipta höfuðmáli og himinn og jörð að fara þá er ekki einu sinni footnote í sögubókunum. Þannig að kannski erum við bara lögð að staðið eitthvað þróun í eitthvað allt annað heldur en að við höfum þekkt undanfarin 50, 60, 70 ár og ég veit ekki hvert að leiður okkur. Þú ættir að lýsa svona hugmyndum það að sé eitthvað að gerast í heiminum sem að veldur því að stjórnmálum okkar séu að breytast. Þú veit að segja að franska stjórnarbyltingin hafa orðið til að skaftureldum og þegar við vorum í frönsku stjórnarbyltingunni þá föttum við það ekkert. Það voru vel að skaftureldar en það var alltaf verið viðbrögð við skaftureldum. En það, mér finnst þetta lýsandi það að það er eitthvað svo stórkostlegt að gerast í bara hugmyndum okkar samfélag og fleira að þú veit fyrir að velta fyrir byrju, er þetta kannski bara afleiðing af einhverju sem er
óviðráðanlegt, heldur þessi ekki raunverulega afleiðinga pólitískri umræðu samfélagið og ábyrgð mannsins og bla bla bla. Ég meina, hvað er Trump í þessu, af því við vorum að tala hann? Já, nei, ég meina, og þú veist, og fyrir mig sem frjálshyggjumann og hvernig einstaklingarnir bera ábyrgð og taka ábyrgð á sjálfum sér og allt svoleiðis, þá er svona pólitískt flóknara, ekki flóknara, en svona, þú veist, þessi kraftar, ef maður er að hugsa einhverja kraftar sem eiga sér stað í samfélaginu, þú veist, þetta viðbragð við svona þessari alþjóðavæðingu sem að, þú hefur og þið hafi gagnrýnt mjög mikið, og sem sagt, en var það einhver tíman mögulegt að við gætum haldið þessu ástandi óbreyttu í 50 ári viðbót eða 100 ári viðbót eða eitthvað að eilífu? Skilur hvað við? Þannig að þú veist, bara vegna þess að það er ýmislegt að breyta, heimurinn tekur stöðugum breytingum. Já, en við sittum samt eftir með getuleysi okkar bara samfélags á því að mæta þá þessu, af því að mér finnst að sömuleyti stjórnmálin vera komin út í móa, Já, ég meina, það hefur allavega ekki reynst, þannig að fólk, með því að stækka ríkin, með því að við sjáum það, að vantraust á pólitísku valdi eykst eftir því sem það er lengra í burtu. Bandaríkjamenn tala alltaf Washington sem einhverja Sódómu og Gómoru og hvernig hlutinir geta bara ekki gengið og þar eru allir spiltir. Evrópa búið að vantreysta Brussel og meina, við sjáum bara hvernig AfD er að tala í Þýskalandi og svo framvegis, Þannig að og bara Orbán og hvernig pólitíkin er að þróast í Evrópu. Það er ekki þannig að við séum að fara inn í eitthvað sæluríki yfir þjóðlegs valds. Almenningur virðist ekki vilja það. Og ég held að stjórnmálin bæði vinstra megin og hægra megin munu óhjákvæmilega og eru að bregðast við því. Þannig að en við ákváðum að velja okkur gera 2 krataflokka að ríkisstjórnarflokkunum á Íslandi. En tíminn líður rætt. Það var annað mál sem við ætlum að ræða hér og það er náttúrulega vopnahlé á Gaza sem náttúrulega byrjaði með ósköpum í morgun. 27 held ég hafi verið drepnir bara meðan var verið að bíða til einu tölvupósti og hafið trú á að vopnahlé komin til með halda í langan tíma? Stefán? Ég hef ekki allavega að segja að þetta hann fátt sem bendi til mikils ákafa þegar sem að standa að þessum vopnahléssamningum og yfirleitt hefur maður nú svona það er svona frekar fágætt þegar kemur að vopnahlífum að menn lítið svona nánast á það sem kvöð að drepa nú óvinnin fram á síðustu mínútu gildistöku. Ég held að það sé svo sem engum blöðum það að fletta að tímasetningin á þessu vopnahlífi núna hún stendur í tengslum við valdaskiptin í Bandaríkjunum menn reyna eiginlega ekkert einu sinni að fela það. Nei. Þetta er vandræðalegt fyrir Biden-stjórnina sem að er búin að segja hér í marga mánuði að þetta standi bara upp á Hamas-liða en síðan kemur það bara í ljós að samkomulag og lá í öllum meginatriðum á borðinu í maí á síðasta ári að það er hægt að kvitta upp á það bara með örlitlum þrýstingi á Ísraelsstjórn. Við vitum hins vegar líka að Trump mun standa dyggilega með Ísrael og getur ekkert annað vegna þess hvað hann er svona nátengdur kristnu evangelistunum í Bandaríkjunum sem að bara líta á það sem bara trúarlegt málefni að styðja Ísrael með ráðum og dáð. Þannig að ég veit ekki hvað
hvað við fáum margar vikur af hlé, en ég held að stærðin og umfangi á þessari hernaðaraðgerð, við erum ekki að fara að sjá stríði byrja aftur á sama krafti, og ég held að það í sér líka þá bara efnahagslegar ástæður. Ísrael hefur alltaf byggt sig upp sem ríki sem að geti mobiliserað óboðslega stóran her til þess að vinna stríð hratt. Með því að vera bara með nánast alla undir vopnum og breyta bara hagkerfinu yfir í stríðshagkerfi. Það að taka allan þennan hóp og hafa hann undir vopnum svo mánuðum með jafnvel árum skipti, hagkerfi Ísrael hlýtur að vera að blæða. Hagkerfi byggir líka á því að geta látið Palestínumenn sinna öllum þessum störfum í ríkinu sem er ekki mögulegt núna. Manni sýnist að eitt helsti drifkraftur á þessu stríði, þó maður sé nú oft skeptískur á persónulegar svona orsakaskýringar í pólitík, sé bara hreinlega Benjamin Netanyahu að reyna að halda sér í embætti og helst utan fangelsins. Já, að halda sér í þinghelgi. Já. Ég já, það er hægt að færa fyrir því rök því að hann var komin í stórkostleg vandræði og það besta sem brútal að segja það. En það virðist vera sem að pólitísku lífi Netanyahu hafi verið bjargað með árás Hamas á Ísrael 7. október. Það er bara vegna þess að hann var kominn að fótum fram pólitískt og hann var á leiðinni að missa völd og leiðinni í fangelsi. Það hefur örugglega sitt að segja. Svo við vindum okkur frá hennum stóru drifkröftum sem að reka pólitíkin áfram yfir í það einhverja svona persónlegar ákvarðanir. En er þá vopnahliðið verra fyrir hann pólitískt eða eitthvað? Já, bara leið og vopnahliðinu líkur að þá hann neyðist til þess að samþykkja. Og þá gefst andrými til þess að bæði rifja upp málaferli gegn honum og síðan sem hann hefur alltaf geta frestað að hann geta ýtt á undan sér til dæmis bara alvarlegri rannsókn á framgöngu Ísraelsstjórnar í aðdraganda þessara Hamas árása og viðbragðanna þar á eftir. Ég meina það er nokkuð ljóst að mjög hátt hlutfall þeirra Ísraela sem að hafa fallið hafa gert það fyrir sprengjum eða byssukúlum síns eigin hers til dæmis. Og það verður ekkert pólitískt auðvelt fyrir núverandi stjórnvöld þegar að verður farið í rannsóknar á því. Og það sem Ísraelarnir hafa alltaf þó lagt á, mikla áherslu á, þeim finnst, það hefur alltaf þótt það gríðarlega mikilvægt að leggja áherslu á það, þeir séu þó réttaríki gagnvart sínum borgurum. Gyðingum og aröbum líka, þetta sé réttaríki. Sérstaklega, það er mjög stór partur af þeirra sjálfsmynd. Já, ég menn og þetta er eina landi fyrir botni Miðjarðarhafs þar sem að samkynhneigðir hafa notið einhverja réttinda og svo framvegis. Þannig að það er alveg rétt hjá þér. Það sem að mér finnst líka vera áhugaverð spurning sem að ég skal viðurkenna að ég hef ekki flett upp núna nýverið er hvað árásin 7. október, hún gjörbreytti viðhorfum margra í Ísrael líka og það sem að voru áður kannski meiri friðarsinnar og meira í tilbúnir í einhvers konar frið og einhverja tveggjaríka lausn og svo framvegis. Það er mjög margir sem maður hefur séð í gegnum svona undanfarna ára mánuði að tala með miklu meira afgerandi hætti og svona ákveðinu radikaliseraðri hætti heldur en þau gerðu áður. Þannig að ég velti því fyrir mig hvort að þau öfl sem að vilja frið og svona vilja lausn sem að byggist ekki á ofbeldi og átökum að þau öfl séu orðin undir Ísrael. Ég held að sú breyting hafi átt sér stað töluvert fyrr. Ég held að svona fríðarvængurinn ef svo má segja, þeir sem að
bundu vonir og kölluðu eftir einhvers konar pólitísku samtali og já, möguleikum að það gerir ekki að lust og annað slíkt. Það var búið að þurrka þann væng út armút pólitískt fyrir talsverðu síðan og hérna ein breyting, við vorum með til dæmis bara til þess að gera sterkan jafnaðarmannaflokk í Ísrael sem að jafnframt talaði fyrir ákveðnum pólitískum málamiðlum, hann farinn. Þannig að ég held að það að friðardúfurnar séu farnar, það var löngu búið að gerast. Hins vegar hefur átt sér stað radikaliserun á þann hátt að bara ýmiss konar orðræða eins og það að ráðherra einhvers málaflokks mæti og tali bara fjálglega að það er svo bara að skoða það að nota kjarnorkusprengjurnar sem að Ísrael vill ekki einu sinni gangast við því að eiga til þess að leysa málið. Það er bara orðið félagslega viðurkennt og bara allt í lagi og hann heldur bara áfram að vera ráðherra daginn eftir. Þú veist, þetta er stór breyting frá því sem var fyrir til þess að gera fáum árum þar sem að sko ofstækisfyllstu síonistarnir í ísraelsku stjórnmálum þurftu örlítið að gæta tungu sinnar hvað svo sem þeir hugsuðu. Það er náttúrulega furða sko að morðið á Rabin sem að gert var af ofstækisfullum síonista náði fullkomlega markmiði sínu náði algjörlega markmiði sínu meðan að sko að í raun og veru sko hefði maður sko vonast til þess að viðbragðið yrði akkúrat í hináttina að gera það verkum að þessir ofstækishópar myndu ná sko minni áhrifum. En ég held að pólitíska kerfið í Ísrael hafi líka sko ákveðum að segja að það eru ofboðsleg flokkabrót og það er tætt kerfi og litli flokkar með einstakislega skoðanir ná miklum áhrifum til þess að halda einhverjum samstöpustjórnum saman. Þannig að það hefur líka áhrif. Haldið að Trump muni hafa áhrif á stríði í Úkraínu? Já. Viðhorf republikana í öldungadeildinni hafi verið mjög neikvæð, margra republikana í öldungadeildinni, í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni hafi verið mjög neikvæð gagnvart áframhaldandi fjárútlátum þó að þessi fjárútlát eru sko að mörgu leyti þannig að það eru keypt bandarísk vopn og framleitt í heimaríkjum þessara þingmanna og heimasvæðum. Já, eins og Biden hefur bara sagt og þegar hann að tala við þingmenn að þú ættir nú ekki að vera að kvarta, þetta er nú allt framleitt í þínu kjördæmi. Einmitt. Hörkugóður bransi og gengur út á það að pína Þjóðverja til þess að kaupa bandaríska sprengjur, til þess að kasta á fólk enn austar. Já, ég meina, sko, og síðan kosningarnir í Þýskalandi gæti haft ég að vera meiri áhrif heldur en Trump, sko. Þannig að, og hvað kemur út úr þeim? Já, og svona aggressiv, sá af stóru stjórnmálaleiðtogunum í Evrópu sem að hefur viljað ganga harðast fram í þessu, það er Macron í Frakklandi sem að er í einhverju fullkomnu pólitísku limbói og það er valdatóm í Evrópu í raun og veru. Ég meina Þýskaland Schulz farinn og það er ekki maður sér ekki hvað heitir hann Fredrik leiðtogi kristilega demokrata. Maður hættur að nenn að leggja á nöfnin á þýskum fórustumönnum í pólitík. Sko, Meloni virðist vera áhrifamesti stjórnmálaleiðtogi í Evrópu, í raun og veru. Ekki það Pedro Sánchez, ekki það Keir Starmer, Macron í sínum eigin vandræðum, Þýskaland er í lofti og hvað, kannski Gert Wilders eða hvað, bara þú veist, það er ákveðið tóm í Evrópu og Evrópusambandið álíka í stórkostlegum vandræðum efnahagslega og og eftir að koma í ljós hvað Evrópa verður. Já, algjörlega. Og ég meina ef að AFD segi nær góðum sigri eða nær miklum árangri í kosningunum núna, þeir vilja brjóta upp Evrópusambandið í raun og veru. Og hluti þess flokks bara í beinni línu við Putin. Þannig að og Musk ætlar að styðja þau. Þannig að þú veist, annars ertu bara mjög hress. ég bara eftir að Arnar Gunnlaugsson var ráðinn til KSÍ þá eigi von fyrir Valsara í sumar. það er alltaf má nú finna skjól í fótboltanum þegar að raunir heimsins ríða mann á stig. Nákvæmlega.
Nei, þetta er sko, allt þetta að tala Evrópu og Evrópusambandi og við ætlum að fara í ykkur atkvæðagreiðslu það hvort að við ætlum að endurvekja umsóknina og svo framvegis. Þú veist, þetta er þegar að fólk einhvern veginn ég held að við munum sjá enn frekari vandamál í Evrópu á næstu misserum heldur en fólk endilega gerir sér grein fyrir það er hagvöxtur engin, það er stórkostlegt það er mikið pólitískt umrót, mesti hagvöxturinn í þessum löndum sem Evrópusambandi var ákveðinleiti harðast við, Portugal og Spánn og Grikkland og það er mestur uppgangurinn. Spánverjar að loka á Bretana og aðra með því að ýta þeim út með sköttum og þannig að þú veist, þetta er alls konar það er alls konar umrót í Evrópu líka framöndan sem að við gerum okkur ekkert endilega grein fyrir. Nei. Og höldum að við séum bara leiðinni í eitthvað þægilegt koktelboð við í Brussel eða við Bakka Signu finnst mér. Já, ég fara að enda það, stýttist í kvöldbátinn. Friðjón og Stefán, kæra þakki fyrir komuna og Sigurjón, takk fyrir hjálpina og ég þakka líka fyrri gestur sem hafa komið hingað að spjalla hérna við rauðaborðið en ykkur þakka ég mest áverðu góður sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlunum og inni á að það eru hlustendur sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðunar. Það gera það með því að bara benda vinum og vandamönnum á efni sem er áhugavert hér og þar með byggist upp dreifikerfi. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á FM 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu, það maður líka sækja þær útvarpssendingar á spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem á maður hlaðinur í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar eru við með 5 á fjarstýringunni kannski ef þið vil, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinu sem er 24 tíma sólarhring 7 daga í vikunnar allan ársins hring samfélagsumræðu þetta þættinum Synir Egils og Rauðaborðinu og öðru þáttum samstöðarinnar. Það sem drífur samstöðinu áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Þar fáum við afl til þess að byggja upp samstöðinu. Ef þú vilt slást í hópið þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Áskriftin er 2.500 krónur á mánuð, það má borga meira því sem að við það vilja og því sem er kjósið getur látið áskriftin en þessi félagsskiptin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Og við þökkum áskrifendur kærlega fyrir allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði þeirra. En þetta komið nóg í bíli. Rauðaborðið verður hérna annað kvöld klukkan 8 en það er smá hluti eftir af helginni og ég óska ykkur bara góðra helgar eða rest af helginni og takk fyrir í bíli.